Brosandi siglingu og hullar nöfnfötum í grenjandi rigningu Stími heim í heiðardali Góður strákur og vel uppalinn Mikið verður gott að knúsa kerlu Erlu, góðu erlu sem giftist mér því ég kunni að skaffa Sjómaður og sonur að snappa Hann fátt meira viðeigandi heldur en að spila prinsinn fyrir leiki þá spila hann þegar þú sefur þegar þú keyrir og sofandi líka það er bara vakandi, hann er yndislegur hérna sjáum við liðin ganginn völlinn í þessu glæsilega mannvirki ég er eiginlega pínu svona orðlaus yfir í hvað þetta er stórkostlegt mannvirki, þetta er virkilega flott það er það, algjörlega eigum við kvart yfir einu samt eigum við gera það ef það væri aðeins betra sjónarhorn á hornin úr myndavélinni en það virðist svona vera í flestum höllum einhvern veginn ekki alveg fullkomið þetta er samt betra fyrst mér heldur en í Egilshöllinni annars vil ég eitthvað drullir Egilshöllin hún er búin að standa sig vel fyrir okkur og rúmlega það nú er leikurinn við það að bresta á Dagbjört gengur hérna hress út af með töskuna ekki á skýrslu þannig að hún getur ekki skipt sér inn á í dag við vorum með kenningum það hérna daginn og hún væri að vona að eitthvað myndi með svo hún geti spilað en hún er ekki þannig típa hér er bara fín mæting í húsið Steini markmannsþjálfari hann er mættur ég heilsa að mættur bán hann var hress eða ekki banastuði geggjað hlakka til að kíkja einmitt upp á Skaga í sumar og sjá hvernig gengum með það lið ég skal vera alveg hreinskilinn með það ég hlakka ekki til að kíkja upp á Skaga í sumar bara alls ekki neitt ef við ekki fara eina ferð förum eina ferð skulum bara samt ekki stoppa bílinn lengi það hefur hentað mér ágætlega skulum kíkja hans yfir eitt við gleymdum að nefna dómarinn þetta áðan það er gott dómari dagsins í dag er Breki Sigursson og AD1 eins og kallast eða aðstofdómari 1 er Rögnvaldur Þ. Höskuldsson og aðstofdómari 2 er Somchai Yangtong og ég held ég hafi ekki misnefnt þessu nafni meira en ég þurfti ég held ég hafi gert mitt besta þarna og ef ykkur er með betri framburð á þessu en þetta þá væri fínt að fá það bara í skilabóðum bæði lið eru með rosalega unga varamannabekki og tók svona kannski sérstaklega eftir því með jafnvel bara byrjunliði á Stjörnunni það er skemmtileg blanda af ungum og eldri reynslu leikmönnum og sko ég heyrði frá Kristófer leikinn hann sagði mér að þetta væri raunverulega bara U20 bekkurinn nema bara og Tara skilur þannig að hann bjóst einhvern veginn ekki við þetta svona en það er bara standað sér vel á undirbúningstímabilinu sagði hann Nadia gleymdi sér alveg sjáu þetta hún er í tómu rugli hún er út á miðjum velli sko það boðar ekki gott þetta er fyrsti leikur okkar á þessu tímabili við bestu deildar andstæðinga við spiluðum við Selfoss í fyrra og nettum þær bara niður deild takk fyrir það var svo mikið áfall að tapa okkur í bikarnum og lengi bikarnum svo spiluðum við líka við FH og komumst í úrslit bikarsins og svo spiluðum við Breiðablik og fengum Kristófer Sigurgeirsson í kaupæti hann fylgdi með sigrinum ekki slæmt til það ég verði að viðurkenna það ég verði eiginlega að standa vegna þess að ég er með hennar skjá hérna eins og einhver idiot og hann gerir raunverulega ekkert fyrir mig sko. en það er allt í lagi það er ekkert stress við reynum að gera okkar besta hérna til þess að koma þessu til skila það sem að við Bjarki höfum alltaf reynt að gera í okkar vinnu fyrir Víking er að gera okkar besta hvort það sé alltaf nógu gott ég veit það ekki það er að dæmi það ég heyri lítið feedback annað en að bara gangi vel en ég er vanur að dæma mig ekki sjálfur sjáum hvort ég get ekki heimaliði sem að hefur leik það spila í áttina að hvað segir við, erum við ekki ég veit ekki hvað snúi sko, ég held að við séum núna austan megin það segir mér minna en það sem ég vissi áðan sko. ég er alveg ringlaður núna en og leikurinn er komin að stað og nú er Gunnar Magnús mættur á klukkunni í húsinu allt á hreinu þar það verður ég get lofa ykkur einu kæru áhorfendur við erum búin að horfa á þetta er 11. leikurinn sendum út núna á árinu og við höfum ekki ennþá séð markalaust jafntefli og höfum ekki ennþá séð markalaust hálfleik þannig að njótið vel mér sýnist uppsendingin á Víkingunum vera svona cirka eins og við héldum það ef maður missir boltann yfir sig en það er svo löng sending svo það eru læti það er svona stemming í þessu einhvern veginn það er gaman á að vera þannig
Er ekki hækka bara hans í umhverfismikrófonunum? Já, við missum svolítið af því sem að gerist hérna beint fyrir neðan myndavél. Já, þurftum að vera með mann niðri bara með svona spjöld. Já, eða myndavél hinum megin líka. Já, eða myndavél hinum megin. Það er annarkvort. Þarna, heyrðu. Það er boltasækirinn. Við minnum leikmenn á að vera með dýra græður hérna. Já, og engin bolti, engin leikur. Engin bolti og engin dómari, engin leikur. Leikurinn svona, já, þetta er fyrir fjörulegsta. Ég hef góð tilfinningu fyrir þessu leik. Já. Ég held að verði ekki leiðilegt að horfa á þetta. Ekki fyrir ekkert fyrir daginn. Stjörnarinn að byggja stjórnina. Gera þetta vel. En Erna Guðrún Magnúsdóttir. Nei, heyrðu! Hún er hétinn. Tekin í hétinn. Og hún er konurinn upp á teig. Og þar er Svanhildur. Hún lætur múrverkið í húsinu finna fyrir því. Þetta er betur. Þannig að Gunnar Magnús Heppin sem var mitt að labba þarna. Ég held hún hafi verið að miða á Gunnar. Mér finnst það ekkert ólíklegt. Flestir leikmenn gera þetta í Víkinni. Og það er Ingast hérna á vinstri kantinum. Boltan spilar hérna út og nú er allt í einu pláss til að gefa fyrir. En þetta er Katla með æfingabolti. Lítur upp hérna og sér Sigdísi. Hann har spilað saman síðan 82 eða ekki? Jú. Alla yngri flokkana, hún Berti og Sigdís saman eða ekki? Já. Og Freyja svo með þeim annað hvert ár. Já. Bertís kom held ég í, hvort það var í 4. eða 5. Já, hún er með myrka fortíð. Já, hún kemur úr fram með ekki. Spilað með bláa liðinu. Hæ? Þó ekki Stjörnunni, en já. Hún er með okkur í dag, það skiptir máli. Selma tekur á móti boltanum þarna og vinnur hann, jú. Birta finnur Nadju í lappir. Já. Sem gerir þetta frábærlega og setur skot að skotamarkið, skottilraun. Þetta fer allt í opta tölfræðan okkar hérna í Víkinni. Já. Þetta er skráð. Já, bæði lið aðeins búin að láta finna fyrir sér hérna, sóknarlega. Það var sennilega skilabóð hérna. Það er ofboðslega fallegur maður sennilega skilabóð við spilaði Fylki um daginn. Það var að tala um bestöldili. Já. Bendili áhersum á það að Fylkir, jú þeir eru í bestöldinu með okkur. Þær eru það með okkur. Já, það er reyndar alveg hárrétt. Kæra þakkir Sverrir. Nú sjáum við ekki neitt hérna en, jú, góð sendingarn inn fyrir en aðeins og löng. Katla kemur á móti boltanum. Það er bara spök. Finnur Ernu. Sjálfsíða sjá Ernu missa tæklingu þarna eins og gerist áðan. Hún finnur þetta Nadju en þetta er of hátt. Stjörnu stúlkur byggja upp sókn aftur. Það er hérna, heyrist vel í þjálfurunum hérna í dag. Þeir eru nálægt okkur. Ég er bara full nálægt. Sem lækkum aðeins síðan bara meira. Já, ég held að. Sýttan að hægt. Bertís tekur hann niður. Má ekki margnum og þær eru konar að stað aftur Stjörnustelpur. Og þessi stungusending var erfið. Erna las þetta vel. Finnur strax Freyju í lappir og við viljum sjá Freyju fá boltann í lappir. Já, hún gerir þetta rólega hérna. Finnur Emmu. Það er bara að spila rólega. Emma fer samt vel að stað hérna. Við kallaði eftir þessu undanfjörnum leikjum. Hún fari upp kanti meira. Finnur hérna Nadju. Þarna þið Sigdís mátt láta vita af sér. Já. Þetta var reyndar ekki Nadju, þetta var Selma. Yfir línuna. Beint í hálsvæðið. Þetta er. Þarna er hún. Með langa bolta fram. Bertís skallar hann. Áttina Freyju sem að tekur boltanum. Kemur hún fram á Nadju en nei. Smá svona hálóttabolti núna. Það fer eitthvað að ná þessu niður. Þarna var engin Stjörnu leikmaður. Svanhildur er bara róleg. En kemur langan. Þetta eru svona litið kýlingar. Nadja tekur vel á móti boltan. Hún gerir þetta alltaf vel. Finnur Sigdísi. Sigdís lítur upp hérna. Við elskum þetta. Við elskum að sjá þessar hreyfingar hjá henni. Hvað gerir hún? Læra hún að koma sér fyrir. Hún kemur henni fyrir. Frábærlega getur Sigdísi. Hotspinna. Við höfum talað um þetta, þetta er svona út á kraftmiklum bíl, rosa kraftmiklum bíl, gefur svo inn, hún er þannig. Já. Hún getur sett einhvern veginn út á 100 og samt en nóg eftir. Rafmagnsbíl. Á rafmagnsbíl, einmitt, að sjálfsögðu. Við hérna í Víkinni keyrum bara rafmagnsbíla. Þeir sem eru hérna, keyra ekki rafmagnsbíl í Víkinni, þeir eru
það verður bara gert grín að þeim. Já, það bara þannig. Og ég vildi bara benda að ráða Bjarki mínu lókun líka á hann hótnið tekið að Serri var að biðja okkur að sína standard. Kalla þetta smá standard hérna. Bara smá, og fleira. Spilnan kemur inn í hérna á stutt. Selma með skot, þetta mátti engum muna. Nei, þessi fór rétt yfir. 5 mínútur á klukkunni, strax komið smá 4 í leikinn. Strax komin alveg, 3-4 skot. 3-4 skot. Þetta var Selma galopin og ég held að hún, þegar hún loki augunum í kvöld, mun hún sjá markið þetta í miðgarði. Stefnan er tefnir hérna og 2-1. Vá, þetta er þröngt en það leysa vel úr Svanhildur. Lesa þessu opna bók. Það er ekki að fara að væla dómgæsluna. Hefði nátt mátt flöta þarna en svona er þetta. Hvað gerir Nadia þarna? Sterk, vá, þetta var. Kaupir þetta ekki bónus. Geggjusending. Það er konar hérna upp vinstri kantinn. Leitin að miðjuna, en frábært skot! Geggja skot. Þetta var leikmannu 15, Hulda Hrund, ekki? Þetta var alvöru, þetta var bara ein sending út úr vörðinni, uppkantinn. Frábær sending, svona utanfóta snúningur. Skot rétt framhjá. Ef maður liggur við þegar svona múveri, maður vilji sjá hann inni, en að þetta er Stjarnan Víkingur þá býð ég með það. Hinum meginn kannski. Ég held að það sé búið að kveikja á loftarstingunni núna. Já, þeir eru Egilshöllin, þau fréttu við varum í dag og byrjuðu að kæla húsið strax og við komum inn. Og það er bara fínt. Sigdís lítur hérna upp, þetta er erfið sendingarna en þær tala ekki saman. Freyja vinnur boltan, frábærlega gert hjá Freyju. Finnur Bergdísi, Bergdís kemur út á Emmu sem lítur upp og það er mikið laust á fjarkantinum, hún sá það. Og Nadia átti að fara, þetta var skemmtilegt. Hotspilna nr. 2. Okkar stelpur eru í stuði á föstudögum. Enda líka laugardögum og sunnudögum. Já. Sigdís og Bergdís ætlaði að taka þetta saman. Allir verið stutt og gera þetta móti Fylki. Bergdís tók stuttan bolta út á Sigdísi sem að bomba hann inn í. Sjáum hvað gerist þetta. Nei, Bergdís tekur hann bolta beint inn í og er hinn sterk þarna. En hún missti bolta frá sér en snögga vinnan tilbaka. Þetta er þarna varnarmenn að heyra þetta. Já, það var að spila stutt út úr þessu. Þetta er vel leist hjá þeim hérna í byrjun leiksins. Já. Þarna er bara komið stór hætta. En Gíja Haraldóttir er ekkert að stressa sig á þessu. Lokaði vel hérna á skotið. Finnur Sigdísi en Muna engum kemist þarna á harfylginu einu saman. Já, þarna líka Andrea á Selmu. Lítur upp og finnur Huldu út á kantinum. Hún er bara að halda á lofti, bannað að svindla. Frábær sending þarna, þetta kom pressa á okkar mark. Og bæði lið að sækja hratt. Já. Og nóg að gera hérna. Skulum bara fá spána. Gunni, hvað spáir þú að vera mörk í dag, skorið í heildina? 3, 4? Já. 5 mörk staðfest. Ok. Fyrsti leikurinn í Lengjubikarnum var í gær þar sem að Þróttur mætti FH. Já, hann fór nú heldur betur. Hann markaði leikur, 7 mörk, 5-2 fyrir FH. Það er hérna ekki Stjarnan hotspyrnuna. Þetta er hárbolti og þetta er en Katla vakandi þarna. Þetta gat stemt í ykkur óefni. Hann lítur upp og ætlar að koma hann snöggt á Nadiu en Emma róar hlutinu niður. Maður segir það nú ekki ofta að Emma róar hlutinu niður. Hún er vanlega hinum megin við línuna. Þetta ætlaði Emma að finna Selmu en það er fín pressa þarna á Stjörnustúlkum. Já, þetta er liðið sem hefur spilað í bestöldin áður með mikla sögu. Kemur Sigdís og Bergdís. Berg lítur upp hann á sér Freyju komin á flugbrautina sína en
Góð hugmynd. Þetta ná þessum aðeins utar. Nú þurfum við bara að biðja myndtökumannum að segja okkur, var þetta innkast? Þetta innkast? Já, þetta innkast, það staðfest. Sá það ekki. Var þetta eitthvað fyrir þér eða? Nei, alls ekki, ég líka, þó ég sá það ekki í sjónvarpinu, sko. Nei. Og þarna Selma í baráttunni gerir þetta vel. Birta keyrir hérna í Hrafnhildi. Dæmdi aukaspyrna. Þarna Emma mætt. Þetta er svolítið skrítið, þetta er svona að vera í innanhúsfótbolta. Bolti skoppar hann inn á völlin aftur og... Það má ekki gefa á vegginn samt. Nei, líka þetta að hreinsa boltan langt í burtu einhvern veginn og tefja hérna, það er ekki tækt. Þessi lið spilir líka frábæra fótbolta, þannig að það verður ekkert mikið um það í dag. Stjarnan gerir þetta vel hérna. Þarna var hættaðan Gíja mætt til að loka. Andri með skot á löngu færi. Slána og yfir! Slána. Vá. Jæja. Mátti engum muna hana. Þetta er samkvæmt Opta, því við tölum mikið um Opta hérna. Það er skotið slá og stöng ekki on target. Nú, það er þannig. Það er oft, ég meina, ef það færi on target, hvert er boltið þá? Einmitt. Inn í markið. Einmitt. Þannig að enn er ekki komið, þetta var stórhættulegt skot samt. Hún var einhver að skrifa mér skilaboð brjálar sér rangt hjá mér, sko. Pottet Sverrir. Freyja mætir hérna upp, pressar, vel gert hérna. Býtir smá panik. Hún þarf að nýta þetta. Passa okkur að vera ekki of, sýna ekki mikla virðingu hérna. Í dag, það virðist ekki verið að gera það en Selma með geggjaða tæklingu þarna. Það var fullorðins. Sigdís gerir þetta alveg frábærlega vel. Skjótu þessu bara. Heyrðu, þetta er inni. Já, hún skorar! Hún skorar! Já, boltinn hafði þarna viðkomið í varnarmanni, ekki satt? Ekki satt, heldur betur, en ég held að þetta skráðist nú alveg á hana. Boltinn var á leiðinni á markið, það er engin sjálfsmörk í dag, við ráðum því. Já, en Erin var lagði staði í hinn áttina og boltinn sannarlega breytti þarna stærnu. Heldur betur. Þetta mark skráðist Bítu, þarna virðist, nei, hún fengi eitthvað högg hann í andliti, hún fekk högg á andliti, hún Svanhildur, hún er eitthvað ringluð þarna. Vonum að sé í lagi með Svanhildi, það er fátt þreyttara heldur en meiðsli á undirbúningstímabilinu. Já. Svo kemur Dagbjörn hlaupandi. Og fleira. Hún virðist að fengi hérna, fekk hún boltan í andlitið eða? Það var nú frábært að við geta eitt þessum 45 mínútur sem fór í netvandamálinn náðan í að gera replay, dótið okkur klárt, en það er ekki allt búið þessu. Þetta er svona, ég er bara að þekka Pálma sko í 100 ár. Já. Það er alltaf verið svona Pálma sko. Hvað sér þið? Nei, ætlum að setja sko, við erum í kerrunni hérna, við vorum að fá spurningu hérna úr salnum að við getum ekki, langar að geta sýnt núna markið í útsendingunni og það er hægt að gera það, en það er, við höfum ekki tíma til þess að stilla það af að því að við vorum í netvandamálum, þannig ég ætla að kenna Pálma bara um þetta. Nei, við vorum mættist, Pálmi mætti síðastar öllum sko, langt síðastar svæði sko. Þetta er, virðist í lagi með Svanhildi sem er gott, viðstu ekki vera að kalla hann þetta á bekkinn. Já, hún virðist alltaf að halda áfram, frábært. Flott mál. Vonandi er hún ekki mjög ringluð eftir þetta. Já. Bjarki er búinn að mjúta sig því hann er að borða korni. Það fær enginn að sleppa við þetta. Já, þannig er spila oftast kalla finnum Gíja yfir á Svanhildi sem ætlar að koma honum aðna á Berti sem finnur hann ekki. Gerir þetta vel hérna. Selma. Sigdís. Lítur hérna yfir. Finnur Svanhildi. Þetta er erfið sending. Svanhildi gerir þetta vel. Þetta var svolítið erfitt þarna. Þröngt. Nú er svona smá að losnum þetta hérna hjá okkur. Stjörnustúlkur ætla að ganga á lagið. Selma mætir inn á miðjunni hérna. Henni Andriu. Nú ætla þær aðeins að róta niður. Gaman að sjá hvað þetta eru
Þetta eru sterk lið, bæði tvö, maður sér að langa leiðir. Og þetta var rangstæða, já, einmitt, ég djöðum að naskum maður, sástu þetta? Þú ert bara með var auðvus. Þetta var svakalegt. Svo erum við að ráða okkur að línuverði, ég get bara sagt fólki hvað er rangstæða ekki. Katla finnur hérna Ernu og Birta snýr inn í fólk en gerir þetta frábælega. Dróta 3 leikmenn til sín, nú er yfirtala hjá okkur. Já, Sigdís hérna vinstra megin. Sigdís hún finnur ekki Selmu baði hann á miðjunni. Þetta er lítið lengi að þessu. Finnur hérna Freyju en ég held að hún ná þessu nú ekki þó hún sé helviti fljót. Hún pressa vel hérna og hann er farinn. Segja leikmenn og dómari. Já, ég held að Víkingur eigi þennan bolta eða eitthvað. Já, það getur ekki að verið. Eða hvað, ég meni við vitum það ekki. Það er engilega að vita það. Við sjáum það ekki. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós, mikið líklegt að við eigum þetta. Sennilega er Emma takað engast þarna, já, kemur langa bolta inn í. En hann skopar alltaf leið til. Já, bara aftur fyrir. Já, bara aftur fyrir, já. Við leta hann bara fara. Já, svo hún gerir í markinu. Leta hann bara fara beint inn í markinu. Nei, sorry. Hann má nú alveg grínast aðeins. Já. Spá. Hérna kemur hérna mútið þessu, hérna er Nadia, hún er sterk og hún getur tekið bolta með sér. Fær ekki hjálp hérna en gerir þetta frábælega. Kemur sér upp í hornið, nær hún að koma þessu fyrir. Já! Og þetta er horn. Þetta er hornspyrna. Ég er bara virkilega ánægður með byrjunina hjá okkar konum mín í dag. Já, bara báðum liðum. Já, skemmtilegur leikur. Mjög. Mjög svo. Ég bara voru mjög ringlaður hérna á myndavélunni að snúinni fram og tilbaka. Á hvað mínútu skoraði hérna Sigdís? Já. Cirka bát. Manstu það? 13. 13? 14. Setjum hérna skjáinn. Við erum að vera svo pró hérna, við getum farið að setja markaskorarinn á skjáinn. Sigdís er sem er að koma að tækja núna. Skoraði hérna rétt á hann og glæslu skoti. Kemur hornspyrnan og hvað? Þetta er Erna! Hún! Þetta hefði sungið og Selma, þetta er ekki búið. Æ. Og Bergdís! Heyrðu, það er stórskotarhríð. Þarna voru 4 skot að marki. Vá, þetta skot frá Ernu maður. Svona skot eiga skilið að fá að fara í gegn. Birta fær hann út á kantinum hérna og kemur hann inn í það sem Sigdís býður. Og hvað gerir Sigdís? Kemur hann með sér á vinstri fótinn. Hliðanettið. Já, hörkusókn. Heyrðu, ég veit ekki hvað fólk í Garðabæ er að gera núna. Ef það er ekki komið hingað, þá er það að missa miklu. Þetta er stórskemmtilegur leikur. Já. Og fólk í Víkinni, hvað eru þið að gera? Það er nægur tími til að ná hérna í seinni hálfleikinn. Þurfum ekki að hlusta á okkur. Fín pressa í okkar stelpum hérna núna. Frábælega gert þarna, Bergdís leysti þetta vel. Finnur Selmu sem er búin að biðja hann ansi oft á það miðjunni. Aftur Bergdís. Út af Svanhildi sem að Finnur Sigdís hérna í horninu. Sigdís er búin að koma vel inn í hérna leikirna, kemur bolta fyrir. Þetta er allt svo tæft! Nei. Nú er ég svo Emmu. Ok, hún er hann Gía. Það vantar svona herslimunir að ná þessu bara öðru marki núna. Það liggur eitthvað í loftinu hérna. Svanhildur kemur háan bolta inn í en hann fyrir beint á þeirri. Nei, þetta var á lægri gerðinni. Það var lítið hár þessi. Það var svona til heiðurs okkar Berki. Já. Menn þetta er á lægri gerðinni. Strömpabolti. Freyja pressa vel hérna og Birta vinnur boltan og við vinnum innkast. Já, vel gert. Flott pressa. Ég fekk einmitt skilaboð í dag með byrjunarliðinu og hópnum. Það stóð Game Faces í skilaboðum til stelpnanna og það er heldur betur, þær eru með Game Face á sér í dag. Það er ekkert verið að setja 60% í þetta, það er fínt að Nadia en það er ekki dæmt. Ég sé náttúrulega ekkert en Nadia stendur hérna í stóraðum, gerir þetta frábælega. Kemst upp kantinn og það er það saman. Svanhildur kemur hann fyrir með vinstri fætinum hérna. Sigdís tekur á móti boltan, hún kann þetta vel. Vinstri fótaskot, þvílík markvarsla. Já, hérna hér maður. Og Nadia kemur þessum ekki. Ef að leikurinn stoppa núna, þá er maður leiksins Erin Katrína McLeod, það er klárt. Þvílíka vöslur maður. Já. Það er bara, ég held að svona, já, það gæti alveg auðvitað verið 2-0. Þessu staðan er núna. Það er ekki rétt hjá mér að það eru 2 varamarkmenn hjá Stjörnunni sem á bekknum. Sko, ég er ekki viss að staðmennstu bara eins gráð. Já, ég held að, er þetta ekki Heiðdís
markmaður sem á bekknum líka. Heitir Emma Sigurðardóttir, það er rétt hjá þér. Það er rétt hjá þér. Það er nóga markmannum hérna. Þú veist ekki bara út í Björki minn, eins og vanlega. Sigdís aftur komin þetta, hún elskar þetta mikið í boltanum með Sigdís. Hún skuldar okkur langskot, við erum búin að tala með þetta við hana. Berdís ætlar hún að borga fyrir Sigdísi. Og borgar! Staðgreitt! Líkt mark. Þetta var skemmtilegt fagnanda. Þarna fögnuðu þær samningnum sem það skulduðu okkur. Geggjuð rispa þarna hjá Sigdísi, losa svo boltan á Berdísi sem að tekur eina auka rispu og Já, bara á smellir honum í fjær. það var mjög fallegt mark. En ég var að nefna rétt á honum skoruðum að Sigdís er búin að vera bara Sigdís on fire eins og lagið segir. Já. Bara hrikalega flott að sjá hana í dag. En Víkingar er búin að fara vel að stað í dag. Stjörnustelpur voru aðeins aggressívar í byrjun, hafa gefið þess eftir. Já. Nú bara spurning hvort við náum að halda þessu út leikinn. Freyja hérna í baráttunni á miðjunni, gerir þetta vel, finnur Birtu, þetta er einfalt, svona á að gera þetta. Berdís, hérna Hrafnhildur þetta aðgangssönnur svo ég þekki nú föðurina vel og þetta þekki ég líka vel. Það var þetta beint frá. Þetta er beint frá bíli, Já. Þetta er ekki frá mömmunni, það er á hreinu. Og það hlær bróður hans mér á vinstri hönd, hann veit þetta er satt. Mónum að sé lagið með Berdísi, hún alltaf gerði úr einhvers konar granítið þannig að ég hef nú ekki miklar áhyggjur af henni en alltaf vont að vera tækluð svona aftan frá. Jú, mér syns það að biðja Það er aðhlynning, það er heldur betur. Ála og Dagbjörtu. Já. Mónum að sé lagið með hana líka. Skellum henni í mynd. Dagbjörtu? Já. Það er alveg. Kemur henni inn eins og Batman. Hún er Batman. Já. Hefur þú séð Batman og hann á sama tíma? Nei. Akkurat. Akkurat. Já, honum þetta sé ekki alveg rétt. Sannarlega ekkert illa meint þetta brot, bara Nei, þetta var bara barátta. Bara baráttum boltan. Það er annað en pabbi hennar. Já, það. Það var alltaf illa meint í honum. Já. Þetta var bara barátta og þetta virðist nú ekki vera eitthvað, þetta virðist ekki vera ekkert. Heldur þetta höfuðsér, ég vonum að sé lagi með hana. Sendum hérna hlýjar kveðjur af efrið hæðinni. Já. Við erum hérna komin vantarlega yfir, svolítið langt yfir sjávarmál, það er farið að kólna hratt hérna. Þetta fá að tala við húsvörðinn. Ég ætla að lýja mér hérna græjánum. Þú ert bara með græjarnar. Vel gert. Ég held að Jón og Kristó getur nú ekki annan ánægði með þetta. Uppleikið hlýtur að hafa verið að spila aggressívan sóknarbolta hratt. Og þá er þetta svona, þarna verið Berdís að staðinu upp. Já, eitthvað í hægri fæti. En sér þetta, hún er svo mikill dólgur, hún bara þurrkar sér andlitið, svitan og svo bara áfram. Já, eða hvað? Það er skipting. Staðfest skipting. Já, var þetta ekki svona, hann gefið henni krossinn, eins og í handboltanum? Já, útilokun. Útilokun bara. En dómarinn gaf ekki spjald fyrir þetta. Mér finnst það svona, ef ég var alveg hreinskilinn þá hefði ég alveg, ég geti hissa á því. Já, en þú veist, líka bara, leikurinn er búinn að vera Prúðmannaleikinn, já. Prúðmannaleikinn. Það er rétt. Ég er bara spenntur að nota þarna gula spjald fítusinn í skórklukkun okkar. Ertu komið að shortcut eða? Nei, við höfum aldrei tíma. Við höfum alltaf að Gunnar Magnús að koma úr Elko með einhverjar netsnúrur og, þú veist, allt í rugli. Já, ég bað ekki KFC. Þetta eru hérna ærumiðandi upplýsingar hérna og Svala geti verið að hlusta. Já. Minnum á að má alls ekki segja svona þegar ég er í útsendingu. Já, hún virðist alltaf bara inn í klefa. Nei, það hingur eitthvað hérna aðeins. Sjáum hvað gerist. Nú hlýtur Selma bara þetta niður alveg og vera með Birtu á miðjunni eða hvað? Nei. Það var bara farið 4. Ok. Það var bara að vera einn á miðjunni. Spurning, verður til að reyna, mér syns það. Ég bjóst ekki við inn öðru, hún ætlar að reyna að koma að þrjuna sín með Björki. Ok. Já. Hún er að biðja að fá að koma inn á. Glæsilegt, hún er til lagi með hana. Svo hann heldur finnur hérna Sigdísi, hún, þarna, djöfull, Freyja var galopin. Hún finnur Nadju galopna. Svona viljum við sjá liða okkur spila, svona sá þetta allt síðasta sumar, þvílík veisla fyrir augun.
en Svanhildur hérna ekki valda boltanum en Nadia vinnur hann tilbaka. Svanhildur kom bara með stæla hérna, kemst upp að endamörkum, kemur boltanum fyrir en þar Stjarnan því miður. Já, loka þetta. Já, hringkast. Nú var að fjölga aðeins hérna í hópnum, ætla ekki að segja sem ég er komin í svona 100, norðan við 100 manns hérna, 150 kannski. Vanta bensa hérna til að telja. Þarna fá Stjörnustúlkur innkastið. Já, held þetta hafi verið rétt. Já, við erum aldrei að tala um frammistöður dómara. Við erum bara að tala um okkar eigin skoðanir á því sem gerist. Og dómarinn ræður alltaf. Stjarnan, já, virðist ekki lægum Bertis, hún virðist ekkert vera að hreyfa sinni skringilega, glæsilegt. Heyrðu, vá, vinnur boltan þetta, og Sigdís, heyrðu! Aftur frábær markvarsla hérna hjá Erin. Hvað erum hún skulda okkur lengi núna, langskotið? Hún ætla að borga það, þannig setja bak áðan, sko. Já. Ekki segja það? Jú, við erum kvitt. Við erum kvitt núna, ok. Það sleppur. Hárboltinn í, neðla hárboltinn í og kiksar hérna og hann ekki samtal, ekki virt samtal. Birta vinnur boltan, finnur Berdísi sem kemur frábæra bolta fyrir hérna á Erna en Stjarnan að hreinsa og Gía kemur hann aftur út á kantinn þar sem Berdís hún mætt hérna, gerir þetta vel og herðu aftur, nú förum við hlýtur að fara að hitna í spjaldavasanum hjá dómaranum og við biðjum aðdáendur Víkings TV afsökunar á æsingnum sem ég tók hérna á móti Fylki en þá fæst í minni margra lókleiksins. Það voru einhverjir sem þurftu að leita sér aðstoðar á heilsugæslunni í kjölfarið. Heldur betur. Emma lítur hérna inn í teginn. Mikið okkar leikmennum inn í teignum. Hárbolti þarna en Erin gerir þetta vel. Já. Hún nefnilega því miður frábær markmaður fyrir okkur Víkingana. Hún geggjuð. Já, Stjarnan vel sett með markmenn. Já, Frjárar og frábærar. Það er bara offramboð, ef eitthvað má segja. Og Svanhildur Sigdís í baráttuna, það gerir þetta vel, hún er klók og brotið á henni. Já. Kom sér í góða stöðu þarna. Heyrðu, þetta er komað smá hiti í þetta, sástu þetta? Já. Hlaupið fyrir boltan, ég fílaði þetta. Róleg Ester kemur hérna stjörnubæknum. Svanhildur, Gía. Innkast sem Víkingur á. Ég er ekki að djóka, það hlýtur að vera 40 stiga frost úti, sko. Það er búið að kólna alveg svakalega hérna inni. Nei, með -6 í Garðabænum. Berdís, geggjuð sendingar út á Freyju sem var á hárréttum stað. Hvað gerir Freyja fyrir á miðjuna? Finnur, Selma var komin í skotfæri. En þarna missum við boltan, en Sigdís snögg að vinna hann aftur. Hún er frábær í, hún er svo góðar fótarhreyfingar. Finnur Birtu og nú byrjum við aftur. Emma, þarna er overload á vinstra megin. Frábær sending þarna, Erin gerir þetta vel. Gía, en þær komast hann á milli. Hún bara gera það heldur vel, en Gía, hún er, eins og við vitum, hún er með svindlgír. Sáum það á móti Fylki. Hleypir bara 60% oftast og svo bara tók hún 120% hraða síðasta leik. Hún er turbo. Og hjá hún með gamlu hérna PC-tölunar. En Stjarnan hérna komin í eitthvað vídeoteig. Já, Selma vinnur vel tilbaka. Boltinn að færast hérna milli kanta. Það er lítið svör hérna, það er verið að loka vel á svæðin. Já, Stjarnan ekki átt sókn í smá tíma núna. Já. Náðum að það er svona 5-6-7 mínútum bara sem við vorum bara með boltan. Já. Þetta er erfitt hjá þeim, en nema það kiksa Berdís. Stjarnan er boltanum niður hérna. Þetta er sending líka hérna með Sigdís og Berdís. Nei, það er vinna boltan, nú er það að vinna þetta annan boltan. Ég veit að John er ekki hrifinn af þessu. Nei, hann vill boltan nr. 2. Já, og 1, 2, 3 og upp í 10 sko, en þarna eru svona voru 2-3 mistök í röð sem að hefði geta, svona kicks sem að hefði geta orðið hættuleg. Gía gerir þetta frábælega, hún er með gæði og fleira, en mátt ekki við marknum. Þetta kemur þetta kantinn hérna. Þarna, þetta er enda vel spilað hefðum, fjandi vel spilað hefðum. Birta gerir þetta vel, Hrafnhildur var hérna í baráttunni og Birta lendir undir. Kallar það nú gott.
Já, nú liggur svolítið á Víkingsliðinu, þá vinnur Sigdís boltan. Það er aðeins að róta niður núna að koma sér burtu. Sigdís náttúrulega er með töfra í takaskónum, það er alveg klart mál. Hún hefur fundið gömlu skóna hérna Hemmagunn. Já, ég held það. Emma gerir þetta vel. Erna ennþá betur, finnur Köllu. Katla segir að róa sig hans niður. Við styðjum þessar skoðanir Köllu. Já, nú á að róa aðeins niður. Mér finnst þetta búið að vera alveg þvílíkt tempó fyrsta hálftíman. 30 mínútur rétt rúmlega búnar að leiknum og ég bara, ef við erum ekki að horfa á hana leik hvorki hér á staðnum í sjónvarpinu eða Twitter eða hvað sem þetta er sýnt allt saman þá veit ég ekki hvað er að gera við líf ykkar. Hérna leitar að Samherjum lítinn svör, hún þarf að negla honum fram. Það var svolítið svona eins og þetta kom kafli á Stjörnunni líka, það var bara að negla honum mikið. Við viljum hafa niðri, það er líka væntanlega. Já. Það gerir ráð fyrir því. Já, Stjarnan byrjaði þannig, þau voru alveg að spila og vilja spila boltanum. Fór svona eitthvað pingpong. Og gera það vel. Nú sé ég ekki neitt Bjarki, en hún nær, hún heldur þessu ná. Ég sá þetta hérna í aukaskjánum mínum. Bolti kemur fyrir. Erna, Birta og Berdís og Sigdís. Það tekur hana bara með hælnum og tá hana fram á Nadíu eins og maður gerir. Nadía gerir þetta vel. Býður eftir hjálpunni hérna, færinga og fer bara sjálf. Já, kemur endunar eftir sumarfrí í vetrarfríinu. Hefur ekki að segja það? Jú. Stjarnan, hvað er þetta yngast? Færði okkur upp allan völli. Já, mér sýnst bæði aðstofadómarinn og dómarinn að dæmt þetta Stjörnumegin. Allt er góðu. Konar 32 á klukkuna og staða 0-2 fyrir Víking. Þú lofaði mörkum, að ekki? Ég meina, Gunnar Magnús lofaði 5 mörkum samtals í leiknum, þannig að hann er bara komið hvað, 2,50 af því. Mér líst ekkert á það. Fín pressa á Nadíu, hann sem vinnur boltan. En hún pressur strax, en hún gerir þetta vel. Hún er óþolandi leikmaður, hún er ótrúlega gott í okkar liði. Þarna var kall eftir hornspyrnu og ég var eiginlega að vera sammála á Nadíu. Já, en þetta er líka svolítið nýtt, finnst mér hjá Nadíu. Hún er ekkert, það er bara, já, þetta var hot, svo bara, ok, fuck it, áfram. Fílaði þetta. Ég tek bara næsta bolta. Það er bara næsti bolti. Og Freyja var þetta alveg við það að ná boltanum. Svanhildur jafnar sig vel eftir höfuðhöggi hérna á fyrstu 15 mínútunum. Finnur Sigdís sem lítur upp og hún getur bara að pinga boltan hvaðan sem er. Beint á Emmu. Sem finnur Ernu hérna og nú líta þær upp og þá á kannski að vera eitthvað á fjærstönginni sem kemur inn á. Finnst ekki ólíklegt. Það er bara góðar fyrirgjafir. Bara flott spil. Svanhildur finnur hérna Selmu, þetta var erfið sending. Og Svanhildur vinnur tilbaka þarna en Stjarnan heldur boltanum, Berdís mætir á svæðið og hirðir hann, segir takk fyrir, ég á þennan. Vel leist. Frábæra leist þarna. Mikil yfirvegun í liðinu okkar þetta, gaman að sjá þetta. Rúlegar á boltan. Það er að leita auðveldur hlutunum en ekki flóknum hlutunum. Emma komin í John Stones þarna eins og við köllum það. Erna komin út á kantinn. Nú er eitthvað kerfi í uppsiglingu sem við þekkjum ekki. Þarna misti Erna boltan frá sér. En Freyja og hún vinna hann saman aftur. Birta og Erna. Emma, hún vill bara fá hann yfir og Gíu. Svanhildur lítur upp hérna, finnur Sigdís. Sigdís náttúrulega er svona leikmaður sem getur bara tekið eina hreyfingu og allt inni bara allt opið sko. Fáránlegt. Frábær sendingarnir á Ernu. Freyja missir boltan frá sér aðeins og langt þarna. En gerir þetta vel. Þvíl heyrðu, dómari! Jæja, hann heyrir ekki í okkur. Þetta var svona, sem maður kallar professional foul á fagmálinu. Freyja virðist alveg hafa fengið eitthvað smá högg þarna en er að skokka tilbaka. Vonum að sé lagi með hana líka. Er þetta ekki cynical foul í Champions Manager? Jú. Ég held að. Fínt spil hérna hjá Stjörnunni núna en Freyja mætti í vörnina hjálpa til. Já, frábær hjálpa til og bara vinnur boltan. En kemur Nadía ætlaði að finna hann strax út á kantinn. Eins og fast. Heldur betur, nú er Emma að fá tiltal. Ég er samt sammála Emmu, það er sparkað í hana. En dómarinn segir henni bara slaka á, hann er með flautuna.
spilaði bara fótbolta. Og John lætur Emmu heyra það líka á gílísku. Leikurinn heldur bara áfram. Innkasti kemur þetta inn. Birta í baráttunni og Selma gerir þetta vel, snýr þetta á Stjörnuna og finnur Sigdísi. Hvað gerir Sigdís? Svanhildur kemur hérna á halarsbretti og hún neitar að nota vinstri fótinn sem fyrr. Stjarnan eins og það frá Gíja hérna í baráttunni en hún gerir þetta vel Stjarnu leikmaður. Þetta er með guðminn góður, nú kalla ég eitt standard. Þetta er, ég ætla ekki að missa skapið mitt kannski, en þegar þú ítir og svo dettur erfitt þetta með aukaspyrnu. Já, kemur Gunnar Magnús eitthvað svona Salomonsdómur þetta, jú. Maður má nú aðeins grínast hérna Gunnar. Má ekkert lengur eiga það. Stjarnan hérna heldur áfram að byggja sókn. Bolti kemur á miðjuna á Hrafnhildi, lítur upp, finnir hann, kemur á hægri kantinn. Fín pressa þarna en fá aðeins svo mikinn tíma þarna. Þetta er góð sending og þetta skapar hornspyrnu. Þetta er svona mannverkið sem hún lítur í kringu og þá bara eitthvað gæja að klifra upp eitthvað klifurvegg. Þetta er bara eins og Víkin er alveg eins. Nákvæmlega. Þetta er svona tengibyggingin. Einmitt, hérna, þetta er svo flott aðstæðakunar, ég var að hrósa aðstöðun. Já, geggjuð. Nú kemur boltinn inn úr myrkra horninu sem við sjáum ekki hérna, við sjáum bara Gunnar Magnús. Það er ekkert alltaf fyrir alla að sjá Gunnar Magnús. Geggjuð sinni, boltinn kemur inn í teginn. Og þarna, Sigdís þarna réttur stað, réttum tíma, heldur betur. Bolti fara skoppin í teig, það finnst mér ekki líklegt að Gunnar Magnús jánaði með þessi bolti fyrir yfir. Já. Sjá hvað? Já. Ég veit það. Já, ég veit það. Hann er hérna, bara fyrir þá sem heyri ekki, þá er Gunnar Magnús að kalla fyrir hjólispyrnum. Vill sjá hjólispyrnur í fótboltanum meira. Minni bara á að Gunnar Magnús tók hjólispyrnum síðast 1927. Þegar hann lá á bakinu á grasballa í Eyjafjarðarsveit og fótbrotnaði við það. Þannig að Gunnar, ég er samt sammála þér, þó ég sé ekki grínað þér. Stjarnan hérna heldur áfram þegar við erum í bullinu. Gíja í baráttunni og Svanhildur. Þetta er okkar Stjarnan. Fær innkastið. Núna eru 10 mínútur tæpar eftir, 7 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Það verður ekki miklu bætt við, kannski einhver út af þessum meiðslum. Tvö hnjösk. Kalla, maður er búinn að gleyma því pínu að Kalla sé með í dag. Hún er búinn að koma lítið við sögu í dag. Sem er alltaf frábært þegar markmaður mann sést ekki. Freyja gerir þetta vel. Emma kemur langa bolta upp í hornið á Selmu. Og nei, þetta er vel gert. Já, vel leist hérna hjá Stjörnustelpum. Þetta er góð pressa þarna á Sigdís að drepa boltan. Kottu bara með og sett hann. Nei, ekki þess að helvítis gjafmildi. Skjóttu bara. Herðu. Ég var til að sjá flautið þarna. Já, takk fyrir kærlega. Emma Steinsen ég held í alvörunni, ef ég held ekki með Víking, þá myndi ég ekki þola Emma Steinsen. En ég er svo glaður hún í okkar liði að hún er svo frábær Víkingur sko. En hann dæmir ekki aukaspyrnu. Nei. Jæja. Alltaf sé maður eitthvað nýtt í fótboltanum. Emma lét mig með þess að heyra það daginn. Ég kíkti á Eirík. Já, þetta er leys. Jæja, þetta ég get fullvissað aðdáendur Víkings 10. Þetta var ekki skotarás. Þetta hljómaði samt eins og það. Það hljómaði eins og trommarinn úr afturheldingu. Er þetta tromma? Herru, við erum á tíundu því að það tók ykkur iPad úr sambandi niðri. Það var ykkur verið að setja jacksnurun upp í munninn á sér. Það má ekki. Það má ekki. Hrafnhildur hérna með boltan en Víkingar loka vel á þetta. Þetta var svakalur háaði maður. Já, þetta var eins og trommarinn í... Já, okkar maður í afturheldingu, einmitt. En Stjarnan er ekkert búin að láta slásutulaginu. Hvað gera þær hérna? Þetta var skot maður. Aftur! Og hún skorar. Þetta var alvöru skot. Já. Ég fekk 2 tilraunir og þú fær 2 tilraunir þá hérna. Þetta er leikmaður nr. 8.
Ekki eftir mér. Nei, þetta er ekki númer 8. Hvaða rugl er þetta? 16. Jú, þetta var Ingibjörg Erla, jú, 16. Ég er nokkuð viss um það. Já, Víkingstelpur náðu ekki að hreinsa þarna frá og það var frítt skot. Staðan 2-1. Já, þetta var bara fjandi vel gert, sko. Já. Og rúmlega það. Og þetta setur heldur betur, eins og sagt í podcastunum, blóð på tannen hjá Stjörnungstúlkum. Það vita núna að þetta er hægt. Hrafnhildur eitur kappi þarna við Emmi Steinsen. Hún að spila eins og hún sé búin að spila í 20 ár, hérna nummer 22. Búin að standa sig vel í fyrri hálfleik. Ekkert stress. Gaman að sjá þess að ungu kynslu vera að koma upp í, að koma tonnatal af ungum leikmönnum kvennamegin. Já, mitt. Bolti kemur þetta fyrir, en Katla þarf að vera vakandi og grípur hann vel alla. Þetta er ekki auðvelt að grípa hann svona á hlið. Komandi út markinu. Já, smá rispa á lærið, en áfram gakk. Var þetta Huldar Hrund, sem sagt? Herri, já, við treystum nú Stjörnumanninu fyrir þessu. Takk fyrir þetta kærlega, Veigar. Það var leikmann númer 15, Huldar Hrund Arnarsdóttir, sem skoraði. Og ég er ekki með klukkuna, það er eitthvað niðri með klukkuna. Við erum bara með okkar einn klukku og hún bara gengur fínt. 42 mínútur, rétt rúmlega á klukkunni. Það var svona ekki markið sem þú vilt fá á þig, rétt fyrir hálfleik. Var þetta á markamyndun eða? Fyrir hlutlausu er þetta náttúrulega bara veisla. Þetta var helst markamyndun, djöfull sjálfur. Þarna er Katla ísköld maður, heyrðu. Þannig fyrir með lærið í hana. Katla tekur þorskinn. Þetta er aðeins minnar á. Það hefði svona verið smá harka, kannski meira Stjörnumegin. En eins og Arnar Gretarsson sagði svo skemmtilega viðtali núna daginn á fótbolta.net, hann sagði ég væri bara frekar til að fara í viðtala sem er að vera kvart undan liðinu mínu. Já, mitt. Mér finnst það svolítið góður vinkill á hann, sko. Tala Víkingirnir var að fá okkur að sér meðferð í bestu kalla. Þannig að ég væri bara miklu til að heyra kvarta yfir mér heldur en að við sem eitthvað væli yfir öðrum. Já, nákvæmlega. Fílaði þetta. Nei, það er Stjarnan hefur einhvern veginn, það er kannski orðið of mikil spenningur þetta niðri áðan. Ennþá 2-0 á klukkunni í húsinu. En markið var dæmt. Já, það var laglegt mark. Nadia í frábæri, þarna því vil Sveina að tveggja fóta. Tæklaninn. Berdís tekur hann að bakið. Hrafnhildur þarna í baráttunni en Gíal mætt með lyklana og segir ekki í dag. Sá þarna mark á hliðarlínunni og... Já, hún er alltaf að skora mörk, þannig hreinsar, sko. Stjarnan hérna þetta aftur pressan okkar að virka ágætlega hérna en það leysa vel úr þessu en... Já, þessi er út af innkast, Víkingur á. Ekki nógu vel. Þjálfari Stjörnunar letur hérna heyra vel í sér. Og heyrast lítið okkar þjálfurum. Það er óvanalegt. Já, aðalega bara Emma. Já, M. En sko, þú veist, það djókum með það ofta þegar John þegir þá var hann svoandi. Það er svona brandar í Víkinni. Og þegar hann er rólegur þá er hann kannski bara afslappaður. Þetta er liðið búið að spila fínt. Berdís lítur hérna upp og finnur Emmu. Emma lítur upp, hvað gerir hún? En Jú, hún gerir þetta vel. Beið þarna róleg. Þarna sýtti svo fjarkantinum. Nei, þetta er frábælega að loka þarna. Emma reynir aftur. En það er bara lokað allt hérna. Hrafnhildur gerir þetta vel. Steik bara þarna boltan. Róleg. Já, hún er búin að frábæra leik átti góða sendingu en Erna las þetta. Og Nadia gerir þetta vel þarna. Ætla að ná þessu. Kendin hafið það. Nei. Já, aukaspyrna, sammála þessu algjörlega rétt. Við erum hérna í Víkingstífi, erum við alltaf mjög heiðarlegir. Við höfum aldrei metið ranga stöðu eða eitthvað svona aukaspyrna sem ágjör, við erum alltaf heiðarlegir. Já. En ef við gerum mistök, þá viðurkennum við aldrei. Það minnst ekki ég. Nú er venjulega leiktími í fyrri hálfleik að renna út. Við erum ekki með skilti, kvöldmyndi standardinn í Stjörnuhúsinu að fá sjá skilti með leiktímanum sem er framundan. Það væri gott. En hann er ekki til staðar hérna. Gunnar. Já, þessi fer út af og það er innkast sem Víkingur á. Hérna vinstra megin. Okay. Það Sigdís að... Já, það er ekki búið að gefa út opinbera viðbótartíma en við skýta á svona 2,5-3 mínútur. Þetta var alveg smá stopp þarna með Berdísi en Sigdís hérna flækist aðeins fyrir sjálfur sér. Þá er Berdís mætt.
Svanhildur og Sigdís, þetta já, loka vel á hana þarna. Það voru 3 búin að umkringina þarna. Já, það gerir þetta vel Stjarnan. Það eru með góða lausnir þarna í þessu svona aftalega miðjunni. Já, frábærlega gert Þessi þarna. sending var, þetta aftur. Stórkostleg Svona sending fyrst mér gangu upp. Þetta var þetta ekki ristin. Það var svona, þetta fljóta með. Bara leikmenn eiga bara segja, ok, það var geggjað. Stoppum þetta, þetta er bara mark. Það var geggjað, góð tilraun. Svanhildur, já. ætlaði hann að koma með þetta framvöllin. Var það ekki kápan úr því klæðinu? Það ekki? Það er komið nýtt. Ég veit það, ég er alltaf að koma með nýtt sko. Ég les Andrisblöðin alltaf fyrir leiki og finna eitthvað geggja. Stjarnan hérna aftur, vinna boltan á okkur og núna þetta fyrir að síðasti séns alltaf jafna fyrir hálfleik. Selma veit það, ætlar að rífa hann niður hérna. Vel gert. Niður tilbaka, frábært. Já, þetta er vel gert þannig að hjá leikmanni nr. 5. Er þetta ekki nr. 5? Já, sendist sem jú. Hún er ekki á skýrslu. Þannig að við köllum þetta standard aftur hérna. Ekkert net, ekki rétt skýrsla. Vel spila hérna á Stjörnunni, hægri megin. Hrafnhildur. Þetta var að leika á Gíu. Já, gerir þetta vel. Hún er bara að spila mjög vel í dag. Algjörlega. Og þá jinxaði ég hana eins og sjálfsögðu, en stendur þetta upp úr þessu. Og þarna vinnum við boltan. Svanhildur, nú væri gott ef dómarinn flautar þetta ekki af. Ef þú flautar þetta núna þá verður vandamál dómari. Það er við með að sakast. Frábærlega spila þarna. Nú þarf að hjálpa henni stelpur. Það væri geggjað að fara inn 3-1. En nei, hún fær enga hjálp. Og nú nýtir dómarinn væntanlega tækifæri til að flauta þetta af. Ef það ekki minn mann rétt. Já, sveitir sér bara spögg, finnur Ernu. Bolti komið allar leið yfir að Emmu sem sér langa sendingu. Er eitthvað í þessu? Nei. Eða hvað? Selma. Djúvill er hún dugleg maður. Hún er svo mikið vinnusemi í henni, ég dýrka þetta. Góð fyrirmynd. Þetta fann Svanhildur Nadju en hún er dæmd rángstæð. Það er engin leið fyrir mig að meta þetta. Þá flautar ágætur dómari þessa leiks til hálfleiks. Bæti við 3 mínútum. Við ætlum að hins vegar að finna okkur kaffibolla hérna í húsinu. Það er hægt að fá kaffibolla. Hita okkur upp aftur. Tökum nokkra labbringi eins og eldri borgarar hérna sem eru búin að labba með okkur hérna í dag. Já. Við ætlum að reyna að vera komnir aftur hérna eftir svona 15 mínútur. Já. Eða svo. Sjáumst þetta smá. Sem frusu fastir í þennan klaka og það er skrítið til þess að hugsa að þessi sami heimur þetta sama rúm þetta rými sem við áttum aldrei saman fyrir Stofan líkt að steita sinn nefa en komast ekkert áfram með ekkert að gefa en bak við hverja hurð en í minning og
losum fjötrana, þakka lífsbókinni, leksíuna. Ég brýst í gegnum gerðið sem rífur hótt mitt, það skiptir engu því skipið. Bíðum, ég reysi upp mastrið með dúkvítum seglum og ég sigl út á hafið og rókið það blæs mína leið og við hittum handan við hafið þar sem heimurinn beið og við þurfti gerðið. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 yeah. Blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 yeah. Blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause
Svolítið skrítin, svolítið þvæld, samt ekki á mikið, ekki út pælt. Þó ekkert afleitt, einhver fær, samt ekki á mikið, komdu nær. En ein nóttin, enginn hér, ég sit hér einn með sjálfum mér. Finnst allt svo tónlegt, líður hægt, finn ekkert fyrr en hefur lægt. Það hjálpar helling hvað þú ert sæt. Býttu voru að hlusta bara eitthvað íslenskt og romantist. Ég bara veit það ekki. Hver með þennan iPad? Bara þetta var hérna. Já. Á Pálmi þetta? Já. Hvaða lag var þetta? Var þetta á móti sól? Ja. Hefði byggðist innilega afsökunar á þessu. Sorry. Bjarki náttúrulega hann annarri kynslóðin í hann, fætti 70. Þetta er nú bara af hérna Víkings U20 listanum sem var notaður hérna. Nú ertu að henda Jónótta sem alveg duglega undir útuna hann. Já. Kæra það ekki Bjarki. Nú fyrir þetta að byrja. Það var 4 fyrir áleikur. Smá svona, kom alveg svona tuttaskapur í fílaða það. Skemmtilegt. Tari komur inn á, en ekki fyrir Berdísi. Áhugavert. Biðum stjörnumenn hérna að vera árvaka hverju voru það skiptingi hálfleikju þeim. Við erum fljótar að sjá þetta okkar megin. Já, mér sýnist Erin allavega áfram verið í markinu. Gott ef ekki. Og Tara að fá þarna fyrirmæli frá Kristó. Þarna sjáum við John. Djöfull hann sætur. Það var nú gaman að sjá nærmynd á honum, en það er ekki tíminn til þess núna. Þið verður bara ímyndu hvað hann er myndalegur. Ætli Birta fyrir út? Nei, Birta hann ekki. Já. Sko, Kristó. Ég ætla að grípa Kristó. Grípa Kristó, já. Bjarki ætla bara að rannsaka þetta. Og nú sjáum við. Nú eru tíðindin að koma í hús. Það er Selma. Selma Dögg fyrir út af, þarna sjáum við Láru Hafladóttur skokk út af. Hún berist ábyrgð á standinu á stelpunum. Ásamt fleirum, en svona, hún er að pæla ekki bara pæli að skokka hratt og eitthvað að lifta mikið. Það er alls konar, það heldur betur vísinda bak við þetta. Já, þetta er eiginlega bara beðin að taka ábyrgð á okkur líka. Nei, hún sagði við mig, ekki beða mig að byggja hús með skóflu. Sagði hann við mig. Hvað sem það þýðir, ég tekur þessu jákvæðu. Nei, hún sagði að ég væri bara búinn, sko, því miður. En þú átt kannski séns. Var ekki þetta að bjarga þér? Nei, það er lítið eftir að gera. Þetta er orðið gamalt og lúið. Þetta er svolítið kalda kveður. En við fyrir að stað seinni áleik tilbúin klubbuna. Ég sagði líka við hana, kalt er það Lára. Já. Nú fyrir seinni áleikurinn að byrja og nú er spurning hvort að klukkuvörðurinn okkar hérna í húsinu sé á jafn góðum tíma og ég. Það er akkurat á sama tíma. Frábærlega gert hjá okkur. Nei, klukkuvörðurinn í Stjörnuhúsinu hefur klikkað. Já, Tara Jónsdóttir er búin að spila hérna alla leikina hjá okkur á undirbúningstímabilinu, gott ef ekki. Það er leikurinn fyrir í gang og það er allt. Ég vil ekki segja bara það sé allt komið á fullt hérna strax. Þetta var Hrafnhildur í sloppin í gegn, sástu þetta? Já. Þannig að las skýja þetta vel. Og Erna lítur upp hérna og finnur Freyju sem það þarf að snúa, en hún, þetta er fín pressa þarna. Emma og Birta, ef þetta gengur upp þá er þetta fallegasta sók sem ég séð. Sjáum við hérna staðan í húsinu, Stjarnan 0, gestir 0. Það er ákveð að byrja bara aftur. Segja við sér með tæknilega öruleika hérna á fleiri stöðum en í Víking. Já, gerir þetta vel hérna. Þvílík barátta hérna á Svanhildur. Hrafnhildur, hún lætur ekkert stöða sig. Og þetta er sennilega rangstæða, já. Hérna búið að laga leiklukkuna. Já, allt eins og það að vera. Við getum verið með beint samband bara á bekkinu Víkingunum. Við heyrum allt sem Stjörnuþjálfarinn segir. Boltan aðeins með þarna. Já. Hér eru frægir Víkingar, móðir Freyju mætt hérna, glæsilega vanda. Gaman að sjá hana. Tökum henni viðtal á eftir. Þetta fannst henni ekki skemmtilegt. Nú verð ég gildur í mýri næstri hittana. Birta, Tara.
Þetta var erfið sending hérna. Bítu. Það vinnaði boltan. En shit, Erna með gýr þarna. Wow, þetta var eiginlega hálf fáránlegu gýr sem setti í þarna. Katla kemur snögg á móti þarna. En við missum boltan. Svanhildur missur hana fram hjá sér. Þarna Emma Steinsen alein og róleg. Og nú Freyja komin. Nei, hérna ætlaði Berti sem hélðist ekki af henni þarna. Þannig að Freyja komin á stað í flugbrautina. Já, Hrafnhildur búin að bara vinna. Hún fætt 2008, leikmaður með 22 hjá Stjörnunni. Þarna Gía að leggjast í grasið. Býtu við. Öklin. Það alltaf ekki að stoppa leikinn eða hvað? Jú, vel gert. Stjörnustelpur sparka boltanum út af. Svo að segja þetta kíkja á þetta. Svo hún fái aðhlynningu. Aðhlynningu? Já. Þetta þriðja skipti sem að boltin hérna stoppaður. Þetta David fær borgað sko fyrir hvert skipt sem kemur á völlinn. Þannig að hún búin að biðja þær að... Já, hún komin í 200 skall í kvöld sko. Já. Svanhildur leit nú ekki vel út í fyrirleik. Hún væri bara raunverulega pantast ristabrauð og te hérna út á kantinum. En hún virðist það að ná sér að fullu. Berdís leiti ekki heldur vel út. Hún virðist alveg í toppstandi. Gía, ekki bara að segja það sama gerist. Standi bara upp og verða ekkert vesen. Vonum það. Slega má heyra saumnald þetta einn í húsinu. Já. Reyndar ekki að því ég tala svo mikið. Má ekki heyra hana það svona. En Gía að fá aðhlynningu sem eru kannski, hún að fá okkur kæling og svona. Hún staðinu upp. Já, vonandi getur hún haldið áfram. Já. Stígur svona varlega í fótinn en virðist ekki vera að kvenka sig mikið. Nei, sýnst þetta verið lagi. Þetta eins og við segjum, svo Björn Svík Bjartmann sagði kannlega þetta, bara kælir þetta og kemur heim, kallið minn. Vont á morgun. Vont á morgun. En hún grjóthörð. Heyrðu, þarna byggjum við grænlenska tæknimanninn okkar að sparka ekki borðið. Já. En það allt í lagi. Þetta var allt í lagi held ég. Já, dómarinn kemur okkur aftur á stað. Núna, þarna fór alveg svona 1,5 mínúti þetta. Ég ætla að reyna að prófa að trakka þetta eins. Erin finnur þarna, og þarna mættum Freyja vel gert. Já, góð pressa. Frábær pressa og heldur áfram. Nadia og Sigdís tekur við núna. Langur bolti fram. Tara mætt. Hún má ekki við marknum en gerir þetta vel. Pressa vel á Hrafnhildi. Húsendingarna en Emma Steinsen veit hvar boltinn á að vera. En Tara líka og vinnur innkast. Vinnur svona innkast, vel gert. Við erum kölluð hérna hjá Víking TV, við erum kölluð Opta Tara með bestu tölfræðina hjá öllum í Víking sennilega í sendingum. Optara, takk fyrir þetta. Emma kemur langa bolta fram hérna og þetta er bara hornspyrna. Þetta var heldur betur mikilvægt innkast sem Tara vann að rétt áðan. Já. Sýnir hverski hvað er stutt á milli. Smá bara út á kanti út komið hornspyrnu. Skokkar Birta yfir og ætlar að taka hornspyrnuna. Ég var alveg til þess að mark núna Bjarki, ég skal bara viðurkenna það. Alveg heiðarlega með það. Sammála. Ég bara ekki segja þetta sé mark. Þetta var góð hornspyrna, svona sveif hérna yfir. Svanhildur og þarna er engin stjörnu leikmaður en hún kemur á heldur betur á spretti. Leikmaður nr. 17. Fanny Lísa sem er fædd árið 2009, takk fyrir góðan daginn. Já, okay. Þetta vissi ég ekki, afsakið þetta kæru áhorfendur, ég hafði ekki hugmynd árið 2009 og það er magnað, hún er að verða 15 ára þessu ári. Þetta var smá sprettur á henni með þess. Stjarnan er búin að ná boltanum niður núna, hún ætlar að spila rólega stað en keyra á núna. Gía, það er Birta. Birta kom Birta las það vel. Setti þennan út af. Og innkasti kemur hérna og það er hornspyrna eða innkast, ég veit það ekki. Sýnist það er innkast. Í bakinu, eða bannað fyrir bakið. Þetta getur tilkynnt bara KSÍ. Nei. Þjálfarinn leiðbeinir hérna ungum leikmönnum Stjörnunnar vel. Og innkasti kemur hún aftur inn.
Þarna Berdís og Nadia ekki verið mikið í boltanum svona seinni part fyrir hálfleiks og fær hérna eitthvað njask á ökklan eða hvað? Ekkert dæmt. Þetta er orðið svolítið svona hvimleitt. Já. Nadia þegar hún tekur þennan axlina fara þessu upp og svona og veitum hún er vel pyrruð en hún virðist ekki að meitt sig. Það gleður mig og höldum áfram. Það eru 40 mínútur eftir þessu leik. Það getur allt gerst. Emma vinnur boltan, það vinnur innkast, vel gert Emma. Fögnum þessu. Lítur upp hérna, það er svona aðeins, ekki segja það hafi aðeins stótt okkur vindur nú á síðustu mínútur eftir seinni hálfleikurinn byrjaði. Svona boltanum aðeins niður, spila okkar leik. Tara finnur hérna Nadiu, nei. Berdís, nei Sigdís hérna stelur boltanum og Nadia góð barátta en þarna. Já, þessi út af, það er ekki. Jú. Það er engar sem Víkingur á. Bolti finnur þarna Sigdísi. Sjáum hvað Sigdís getur gert hér. Hún getur gert alls konar, finnur Freyju. Freyja gerir þetta vel, kemur þetta inn á völlin, en hvað gerir, ætlaði sér aðeins svo mikið þarna. Var orðin spennt að fá skjóta, syns mér. Þetta gerir hún vel þarna. Númer 18, Ester, tekur vel mútið boltanum og spilar þetta vel upp. Hrafnhildur kom hann í sprettinn, en Katla mætt á móti og tekur hann upp. Það er ekki alveg þetta, hún hefði viljað taka eitt pikkvort þarna. Já, en hún sá að var ekki komið. Ekki strax, eins og Arna Gunnlaugs segir. Emma lítur þetta upp, biður hjálp, fær hana frá Freyju sem finnur Nadiu. Nú er Nadia komin hérna aðeins áfram, alein, það eru 3-3. Hvað gerir Nadia? Hún situr í annan gír og þriðja gír. Kemur boltan fyrir henni, Erin grípur þetta vel eins og þetta væri að drekka vatn. Þetta var vel gert hjá henni, bæði á Nadiu og Erin. Já, frábær sprettur í Nadiu. Gaman að sjá henni sprett. Já. Það var hérna, fór í annan, þriðja og fjórða gír bara. Stjarnan byggir hérna svo, það eru búin að vera agaðir í sínum leik. Koma þegar báðanleimi fyrir áleik svona kafliða sem vorum að reyna að slátra einhverju máviðni upp í rjárinu en það var fljótt að dreipast, hætta að virka. Boltinn búinn að vera niðri það sem eftir er. Tara með langan boltar hérna og Sigdís, þetta er frábær sending. Frábær sending. Móttakan sveik Sigdís hérna sem það gerist nú ekki oft. Og Stjarnan er komin í skyndisókn. Þetta er algjör, ef þetta er ekki góð lýsing fyrir fótboltann í heild sinni, þá veit ég ekki hvað. Ég ger þetta vel. Já. Bara finn til með Bjarka fyrir að sveifla myndavélinn hérna milli kanta, milli helminga. Já, fín pressa Nadia þarna, neðri tilbaka. Það kemur Freyja, hjálpar Berdísi. Emma komin vel út úr stöðu þarna í pressunni. Stjarnan gerir þetta vel, þetta er frábærlega gert þarna en Birta mætir og truflar hana nægilega mikið. Sigdís ísköld og Katla fæði sér bara eitt sopa köldu vatni, ekkert stress. Þannig að það fengið sér bara eitt klöpp mat. Ég er ekki frá því. Það var ekki mikið stress á henni þarna. Og Nadia pressa vel uppi hérna. Já, þetta er leitt tilbaka. Lítið að gerast á miðinni um akkurat núna. Nú er John að kalla einhvers konar pressuskilaboð. Þau virkuðu af því að Berdís vinnur boltann hérna á Nadia. Nadia er aðeins ein að það. Kemur Sigdís. Ætlaði sér aðeins of hérna vinnur boltann aftur. Sterk hérna. Þetta er brotdómari og Berdís þarna með skemmtilega takta með leikþátt. Vonum að sé lægi með Sigdísi þarna. En hún hefur nefnilega skorað úr þessu frá þessum nákvæmlega þessum stað upp í Egilshöll. Já. Var það ekki? Hann var aðeins utar. Var hann aðeins utar? Já. Þú hefði maður bara að segja já, skilur? Já, ok, fyrir ekki. Já, það talaði svölu. Það var endur ekki á þriðjudaginn, þetta var á miðvikudaginn. En hún fær ekki að taka þetta núna. Það er Berdís. Hún ætlar að negla sér inn í. Er henni ekki sátt með dekkinguna? Hún lét vel heyri sér hérna. Rífið ykkur í gang.
og ég hef búin að hlusta ekki á hana. Berdís og Sigdís eru með frábæra spyrnufætur. Gaman að fá góðan bolta fyrir núna. Þetta er góður bolti. Þetta var vel gert. Þetta var metnaðarfull. Björgun, Emma lítur upp hérna, kemur boltan á fjær og Nadia ætlar að skalla hann yfir. En Hrafnhildur er mætt, Tara er mætt og Emma. Það eru allar mættar. Ekki með S í kladdan. Engin og sein. Nadia gerir þetta vel hérna en fór fyrir aftan Freyju. Freyja var að biðja hann hérna í stunguna. Vildi fá hann upp í hornið. Nadia vildi það ekki. Það er náttúrulega frábæra að vita. Þetta eru æfingaleikir, þannig séð þetta er náttúrulega keppnismót en það er að slípa þessa hluti fyrir tímabilið. Gíja nær hún vel niður. Gíja með að mæja það, hún er ekki, það er ekki til að flækja hlutina þarna. Það er ró yfir henni. Já. Nei, þarna hlaupaða saman stjörnustúlkur og Sigdís gerir þetta vel. Býðir smá pláss. Ætlar að koma hún með, þetta er svona aðeins að flýta sér mikið. Hugsunum frábær. Já, en hún bara vinnur boltan aftur. Hún er út allan völl. Finnur þarna Freyju út í horninu. Það lítur að vera alveg ömurleg tilfinning að vera bakvörður þegar Freyja kemur á þig. Klappa boltanum hérna, hvað gerur hún? Þarna hélt hún að væri Víkingum með henni en það var engin önnur Hrafnhildur Pálmadóttir. En við vinnum boltan aftur og hvað gerir Berdís hérna? Komum fyrir utan bogan. Tekur smá sirkusring hérna en missir boltan. Aðeins og mikið. Og Ester. Já, þarna fyrst með dómarinn. Býtur, hann dæmir. En Gíja gaf þeim bara boltana þegar... Við erum náttúrulega fyrst og fremst heiðarleg í Víkinni. Gíja fannst þetta vera brot. En dómarinn flaggaði bara áfram. Sagði bara áfram með leikinn. Tara með sending upp í horni, þetta er góð sending hérna en Stjarnan er að skalla hann aðeins áfram. Þetta gerist nú ekki oft. Nei. Bara eiginlega aldrei. Nei, ég hef bara aldrei séð það að gerast. Andrea kemur þetta kantinn hérna og ég lít núna á skjáinn. Síðan Svanhildur er í baráttunni og þarna því miður erum við utan þjónustusvæðis. Víkingur sem að... En það var eitthvað sem gerist þarna, það er smá hitti. Brot, segir dómarinn. Brot. Og... Þið verður bara að trúa okkur. Já, við bara ég trúi dómarunum. Hann ræður sko. Svanhildur er hérna bara beint fyrir neðan okkur að taka þessu aukaspyrnu. Já, kemur hann brot og Gíu. Það er aðeins að finna að bæði vilja vinna leikinn. Byrja Lengjubikarinn á 3 stigum. Það er skemmtilegt að segja frá því að Stjarnan einmitt komst í undanúrslit í Mjólkurbikarnum fyrir að töpu það fyrir Breiðablik. Já. Þannig að gaman að fá að spila mót þessum liðum og gaman að sjá alla þessar leikmenn. Þetta er, já. Brotið hérna á... Þetta er rétt. Svanhildur náttúrulega kvartaði ekki neitt eins og hérna einnig lagið. Gíja tekur þetta. Pjótni á Sigdísi sem gerir þetta skemmtilega. Kottu bara með skjóttu þessu. Já, ég elska þetta. Já, þetta er svo geðveikt. Sorry, þetta er lögreglumál, þetta sé ekki mark. Algjörlega. Hvað er að markinu hérna? Hleyptu þessu inn, segi ég. Já, þetta á að vera mark sko. Þetta fyrir highlight-pakkan. Já. Er það ekki? Jú, bótið. Ég held að það sé ekki annað hægt. Það braut Nadia á Eren. Lagðist hún á hana. Já, ég skil það vel, hún var að mótmæla þetta að hafa gefið mark. Já. Stórkostlegt skot hjá henni. Hvíslaði ég á henni. Látt hann bara fara inn. Eins og við sagt að... Þarna hlýtur að vera... Nei, það er aðeins á reiki hvað má og hvað má ekki einn dag. Tökum bara innkast í staðinn. Þetta er nefnilega sem getur oft gert smá leiðindi leikjum þegar það er ekki alveg klárt hvað línan er. Já. Hún er svolítið óljós núna, ég viðurkenni það. Bæði lið geta ekki alveg verið viss með það. Langur bolti þarna inn á Berdísi sem kemur boltanum allar að koma út á Freyju en þessi bolti endar í Hafnarfirði. Í markinu. Og nei. Gott ef að hér ekki komnir fallegustu menn norðan Alpafjalla og sunnan líka. Þannig vinnum við boltan. Þetta skot hjá Sigdísi. Já, ég bara... Ég hvet áhorfendur til þess að fylgjast vel með Sigdísi, Evu Bárðardóttur. Hún er með eitran skotfót og svo líka frábæri fótbolta. En hún mætti skjóta meira. Ég vil gefa henni skotlifi allan daga. Það gerir þetta Stjarnan frábærlega, boltinn er farinn. Sjá farinn.
Erna Þannig verið að henda einhverju niður af áhorfendavöllunum. Sástu það? Þetta verið kært. Sástu hvað hann gerði? Krakkin? Henda einhverju niður, einhverju plasti. Við erum alltaf kærum ekki neitt víkingarnir. Nei. Við erum alltaf svo hressir. Ekki á okkar vakt. Bergdís barátta, en geggjuð barátta og kemist henni í tegin en tekur skot sem endar hjá Freyju sem finnur Birtu. Þarna vantar eitthvað í svæði út á kantunum. Þarna er búið að þétta pakkan ansi vel inn í fyrir miðjum. Svanhildur ætlar að fara á milli þeirra en það lesi þetta. Já, vildu ekki taka þrívíting með Svanhildi? Langur bolti upp hérna í Gía. Finnur Katlu. Já. Katla frábær spyrnumaður í markinu. Finnur Freyju þarna á kantinum. Bergdís. Langur bolti fram og það verður í rangstöðunni. Þá kemur Katla út. Ekki taka pikkvort úr þessum tegin. Það er bannað. Verður þetta til að sjá eitthvað hvað gerast? Já. Finnur hérna Gíu. Og helst þá bara hjá Everton. Það var ekki verra sko. Svanhildur en Andrea fann hérna boltan og kemur hann fram völlinn og Stjarnan sækir sér veðrið. En við erum að loka þessu ágætlega. Þetta er búið að vera vel spilað leikur í báðum liðum í dag. Bæði lið greinilega mjög vel drilluð. Það er ekki verið að klúðra neinu og gleyma svæðum og gleyma stöðum. Þetta er Stjarnan enda með frábæra sókn núna en þarna ég reynda aftur, þarna átti Gía bara að fara frá. Þarna áttum bara að fá að skjóta, þetta var geggjur sókn. Skemmtilegt snerting hérna með hælnum. Nadia með góða baráttu. Já, vinnur engastið. Vinnur einn engast þegar að 20 mínútur að vera búnir á leiknum. Seinni hálfleik. Ég fyrir ekki seinlega, það er 19 mínútur búnar, fyrir ekki. Því að klukkan í húsinu er ekki rétt. Já, ok. Við erum með rétt í tölunni þannig í Víkinni alltaf. Við erum hérna stillt inn á einhverja klukku í Sviss eða ekki? Jú, í hérna rafeindarhraðalunum í Bern eða ekki. Jú. Þetta elskar Freyja að fá, hún elskar að fá svona bolta. En hún er fjandi fljótandi númer 3, Arna Dís. En Freyja á heyrðu, hún kemst allar leið en náðu ekki að koma boltanum fyrir. Þetta Erna gerir þetta alveg frábærlega. Þetta var stór hætta. Já. Hún er bara með stungusendingu á Nadiu og við vinnum engast. Þetta er fótbolti sem ég vil sjá, stelpur að spila. Þetta er bara sóknir á Stjörnunni, Erna vinnur boltan, stungusendingu á okkur, allt í gangi. Ég held að við varum búin að biðja skiptingu fyrir svona klukkutíma. Ég segi biðja skiptingu bara í upphituninni. Tóknu hæri læri. Það eru í frábæri formi. Já, bæði liðin bara hörku formi. Hörku formi. Það verður geggjuð deild í sumar, ekki trúa á neinu öðru. Emma kemur langa bolta fyrir en skaut hérna eitt klifraran. Hún hefur ekki séð eitthvað hérna úr Fylki, úr stúkunni, síðasta leik. Stjarnan að byggja þetta sókn en Kloppi er þetta kallað víst á fagmálinu. Freyja pressar hana vel hérna og dómarinn íhuga að dæma en lefur þess að fljóta. Þannig hérna á kantinu. Finnur Gyðu. Boltinn veit allir tilbaka. Ingibjörgu spilur með, þetta er hættuleg sending hérna. En lýst þetta vel. Já, þetta er frábært aftur hjá Freyju, góð barátta þarna, en hún er heldur góðun Arna, leysir þetta vel. Bergdís einfalt og gott. Nadia eldir þetta upp hérna, en þetta er erfitt. Já, 1 á móti 3 hérna. Já, síðuskins á milli þarna, smá pressa og við vinnum innkast. Já, þessi fer af Stjörnuleikmanni út af Bergdís þannig hjálpar en það er aftur innkast. Jú, við fáum innkastið. Hvenær fáum við svona höll í Víkinni eins og þessa höll? Ég held að það sé bara að vera að byggja hana. Bensi var að sækja mótatimbur og járn. Já, og parkett. Já.
Langur bolti hérna inn í á Bergdísi en Stjörnukonun kom honum fram. Þetta er ekki öfundsvöld hlutur hvernig Ester er einn frammi. Hún er búin að leysa þetta vel í þetta. Hrafnhildur gerir þetta frábælega kvikk, fljóti í fótunum hérna. Já, hérna var Tara Jónsdóttir. Tara mætt. Geðveik sending. Utanfótar á Bergdísi sem hann langar að skjóta en finnur Freyju sem kemur honum fyrir. Og þar er Sigdís. Þessi bolti snerist í ranga átt. Framjá. Já. Erin pikkaði hann upp. Frábær sókn hérna. Meira þessu. Takk. Svanhildur fekk SMS-um í fyrra kvöldum þetta. Geggjað, vel lesið. Hún skuldar okkur mörk. Ætlar hún að skjóta? Nei. Það er brotið á henni vantarlega. Já. Rétt. Hefði viljað sjá hann bara flauta þarna. Þetta hefði getið enda illa þetta seinna samstöðu þarna. Akkurat. Svanhildur lenti þarna illa á. Sérðu, nú er það mættar þarna saman. Má ég taka þetta? Nei, þú tókst á hann. Nei, ég tek þetta. Ég skoraði á hann án þess að fara í varnarmann. Já, ég tek þetta. Samtalið búið. Já. Þetta er ekki flókið. Ekki leiðilt að hafa þessa 2 valkosti þarna og jafnvel fleiri í liðinu. Hvað ætlar að gera? Ætlar að skjóta úr þessu? Ég hugsaði það. Sverrir, er þetta ekki bara mark? Er þetta ekki bara mark? Beint í skeytin? Beint í skeytin. Ok, fílaði þetta. Já, hún ætlar að taka svona bara laust tilhlaupa þessu. Þetta er ekki skot, held ég. Stillir sér svona upp í svona sendingalega stöðu. Nei, hún skaut þessu. Og Emma fær hann á kantinn hérna með geggjaða fyrirgjöf. Þetta er Sigdís Eva! Nei, þvílík markvarsla hjá Erin maður. Nei, og Svanhildur, en Erin. Hvað er að gerast? Af hverju leyfir hún ekki að skora? Er þetta persónulegt? Nei. Þetta er eiginlega þriðja svona bara sturlað markvarslan í leiknum. Þarna var Sigdís með galopi mark. Já, ákvaða að setja hann beint á Erin. Gott ef hér er ekki skipting hjá Stjörnu stúlkum. Hrafnhildur Pálmadóttir að fara út af eftir 69 mínútna leik. Hún er búin að eiga frábæran leik. Hún er búin að eiga frábæran leik. Það sást ekki, hún var að spila sér fyrsta leik í meistaraflokki og verið fædd árið 2009. Til hamingju með þetta Stjarnan og til hamingju með þetta Hrafnhildur. Leikmannum með 19 kemur í staðinn Hrefna Jónsdóttir. Já. Og hún er fædd 2007. Þarna er bara aðeins að elda upp í liðinu, aðeins að fara upp í 2 ár í aldri. Hrefna er búin að vera að spila með yngri landsliðum eins og nokkra hérna í kvöld. Já, það er nefnilega eins og við sögðum á það. Það er efniviður víða á Íslandi. Kvennafótboltanum sérstaklega. Já. Gaman að sjá þetta. Þarna kemur hún strax í gang og Svanhildur. Katla. Býttu við. Jú, hún er bara spögg. Ég man rétt á að Hrefna spila með Álftanesi í fyrra sumar. Já, ég hef heyrt að, er það ekki það svolítið þess að ég gerir þetta? Það er hérna, Álftanes er svolítið svona, það er samstarf með þetta ekki? Jú. Já. Jú, stemmir, hún var spilaði bæði með Stjörnunni bestu og Álftanes í fyrra. Já. Annar deildinni. Fóru þær upp í Álftanesi? Nei. Erna var ekkert að stressa sig. Gíja, það leysa þetta vel. Hún þarf að hjálpa. Langur bolti fram á Nadju sem nær að taka mótunum. Og hvað gerir Nadja hérna? Bíður róleg. Finnur Birtu. Birta fann einhvern sem ég veit ekki hver er, líklega Svanhildi sem finnur Sigdísi. Þetta var að gefa á línuvörðin. Já, hann er bara komin í víkingabúninginn. Þessi bolti. Sjaldséð sjón að sjá þetta. Ég held hann að Freyja væri bara að bíða eftir boltanum. Var ekki Emma sem að náðu ekki þetta á mótökunni? Já, hann er haldið á henni eitthvað þegar það væri út á kanti sennilega, sko. Já. Og Stjarnan er byggja hérna sókn en við pressum vel. Þar að vinna boltan. Hún setur nokkur sinnum hérna, búin að koma sterkir inn seinna á leik. Nadja gerir þetta einfalt, finnur Emmu sem gerir þetta líka einfalt. Passaði sátt, hún sá pressuna þarna en þessi sending, það var góð hugmynd þarna. Freyja með góða baráttu og vinnum boltan. Nei, rángstaða. Nei, rángstaða, ok. Já, segir að Freyja hafi verið að koma þarna. Komum djúpinu. Þetta er góð baráttu samt. 20 mínútur eftir af þessum
bara stórskemmtileg leik. Fyrri hálfleikurinn náttúrulega var kannski pínu svindl, hann var stórkostlegur. Það var aðeins fyrir daufari seinni hálfleik, en það er mark í loftinu, ég finn það á mér, þessi leikur er ekki 2-1. Það er á hreinu. Boltanum hérna bara stólið af. Já, það var engin kvittun gefin fyrir þessu ráni, sko. Þarna þarf Sverri. Sverri er glæsilegur í mynd, hann er með glæsilegan hatt þarna og Gunnar Magnús náttúrulega lætur hann ekki í friði, eins og annað. Það er nú ekkert nýtt. Og Birta það misti Svanhildur lappirnar. Boltinn fer aftur í leik. En það er svona ekki, það er ekki greið leið fyrir Stjörnuna gegnum vörðinu okkar, orðin bara þannig. Nadia frábær pressa þarna, finnur Sigdísi sem er með 2 möguleika, hún er með Berdísi, hún getur líka hlaupið sjálf. Og svo er Freyja þarna og Emma kemur. Emma lítur upp og sér Nadiu inn í, þær kunna nú þetta, þær hafa gert þetta áður. Berdís, nei Nadia kom það fjær, fyrir ekki. Berdís kom inn í. Gerði það nú vel hérna í mjólkurbikarúrslitunum í fyrra. Þannig að var ekki Emma sem gaf báðar stóðsendingar þarna á. Það var Linda önnur. Ég held að segja Emma verið báðar. Emma í báðar. Já. Við höfum Lindu afsökunar ef svo er ekki. Hún er ekki á landinu þannig að hún getur bara skammað okkur í sumar. Erin nöglur hann þetta fram. Tara í baráttunni lætur finna fyrir sér, en þarna kemur góð sending inn í en Gíja. Þetta er hendidómari eða ekki, en hún gerir þetta frábærlega og Katla. Og þarna kom hann, fyrsti Pickford kvöldsins. Já, hann var stuttur. Pickford er svolítið stuttur. Já. Hann er að 74 mínútu. Til að fá samband við hérna Coolbet eða eitthvað að fá þetta stuðul á fyrsta Pickfordinn. Já. Engin Pickford er bara 0, það er ekki séns sem gerir það ekki, sko. Katla finnur hérna, hann að finna Freyju. Og línumörðurinn lætur ekki plata sig. Emma með langa bolt tilbaka á Ernu. Erna yfir á Kötlu, Katla kemur þessu vel yfir á Svanhildi, hún er nægan tíma. Sem ætlar að koma manni Adjú, þetta er búið svolítið svona, 4-5 svona móment þar sem er allt, svo, heyrðu, og svo vinnum við boltan. Aftur næstu því móment. Svanhildur bara allt í öllu hérna núna. Já. Nú er bara að pressa, vinna boltan aftur. Svona aðeins að bakka niður núna. Mætum ekki alveg að framalega, en hún er eldfljót nr. 19 sem var að koma inn á Hrefna. Katla kemur þetta móti og bombar honum í John, syns mér. Já, tebollinn fauk þarna. Nú er búin að þurfa að grípa nokkuð svona inn í, það er ekki auðvelt að vera í marki þegar það er lítið að gera hér, en þú ert allt í hún að vera bara á tánum. Já, búið að vera svolítið mikið þetta núna. Þessi sending var erfið og þessi líka reyndar. Þannig las Freyja þetta vel. Býtum við, Stjarnan var komið hérna í dúndursóknum bara innkasti. En þessi Rakel, hún er ekki hérna, nei Hrefna segi, hún er ekki, eins og þessi fæddist 2007 sko. Við sem þetta sé ekki bara einhver leikmaður Þýskalands. Já, gæti verið. Hún er að fara 3 stórmót. Hávaxinn, sterk og snögg. Ég hef ekki svona spilað þau sko. En hún lítur vel út hérna, kemur sterk inn. Nú var þetta komið í smá svona ping-pong hérna. Katla kemur út á móti. Duttu þær saman. Emma lítur upp að þessi sending er ekki auðvelda því þarna eru bara, þær eru búin að lesa þetta. Þannig þurfum við aðeins að brjóta þetta upp. Sigdís bara kjötu þarna. Og Gíja sem er spök og gerir þetta vel. Hvað var ruglað þetta? Ekkert stress, bara á milli leikmannanna. Þetta er geggjað vel gert Víkingar. Svona vil ég sjá þetta og Sigdís með langa bolt upp í hornið á Freyju. Já. Sem að nær honum, nei. Innkast. Þetta var skemmtilega listan í völdinni. Það er skipting. Já, Stjörnunni. Það er leikmaður nr. 2 að koma inn á. Leikmaður nr. 2, það er Karlotta Björk Andradóttir. Já. Hún kemur inn á fyrir leikmann sem ég sé ekki. Biðjum aðstoð frá öllum sem að geta veitt hana.
Sjáum ekki númerið hérna. Haldur að Gummi Bens ekki eitt góður að lýsa leikjum, hann er bara með menn í eyranu sem hjálpa sér. Já, það var leikmaður númer 17. Leikmaður númer 17, frábært. Fanny Lísa, frábær líka, 2009 módel, stóð sér vel í öllum leiknum hérna hingað til. Og Karlotta, það er 2007 módel að koma inn á í staðinn. Það er búin að meðalaldurinn fóru upp hérna heil 2 ár hjá Stjörnunni. Skemmtilegt að sjá þessu ungu iðkendur spila sína fyrstu leiki hérna í meistaraflokki. Gía A, þarna situr ekki komin á staði sem hann ætlaði að vera á. Stjarnan ekki að flýta sig mikið að taka innkastið. Kemur með fram hérna og þá endar hann með Birtu. Nei, þetta var Bergdís, Jesús góður, ég sé ekki neitt hérna. Núna er, þessi sending. En Katla alltaf á vaktinni. Jesús góður maður. Við þurfum að ræða þetta, Bjarki. Þetta finnst mér mjög óþægilegt. Hún er ekkert óörugg hérna, það er bara öryggi. Já. En það er nú líka smá á okkur. Já, Stjarnan með yfirhöndina svolítið í... Nadia fór með hlaup en fekk ekki boltan. Fær hann núna. Gerir þetta vel, hún snýr svona um boltan. Sé Frey og Frey var til að fá hann núna. Já. Hann þarf að koma inn í teiginn. Frey tatt hann bara á. Nei, hún kemur boltan með það á Bergdísi. Herðu, það er víti. Nei. Ha? Þetta var... Ok. Já, hérna. Þetta var bara ekkert annað en víti. Ég get ekki, Gunnar Magnús tekur þessi gleraugun og þurrkar þau og hann er alveg forviða. Ég hef aldrei séð hann svona hissa á ævi minni. Ég verði að vera sammála því að þetta er enn frekari eldsneyti á að búa til replay pakka hérna hjá okkur í útlendingakerfinu. Heldur betur. Ég veit ekki alveg hvað gerist þarna, en já, áfram gagg. Nú erum við að mæta þeim aðeins framar eins og áðan, eins og fyrir leiknum sem að skilaði okkur því að við fengum aragrúa færum og hálfærum. Við höfum ekki nýtt þessi hálfæri samt. Þannig að staðan er 2-1 og allt getur gerst og nú eru Stjarnan, þær eru komnir hérna, þær eru fleiri, þær eru 5 og 4, þær eru 6. Þetta er, Gía rennur hérna og bolti kemur fyrir. Og Katla verið þetta stórkostlega þvílík markvarsla. Þarna vorum við heppin, stálheppin að fá okkur mark og þarna eins og við tölum á hann, það er gott að vera með markmann sem er með kveikt á ljósunum. Það er ykkur heima. Þessi markvarsla var ekki ódýrari típunni maður. Var þetta úr efstu eða næstu hillu? Þetta var úr efstu hillu, held ég. Annarkvort efstu eða næst efstu en þetta er bara mark ef hún verið ekki og það er bara svoleiðis. Nú er 2-1 tímundur eftir og ég nefndi rétt á hann, það getur allt gerst. Stjarnan láti hornspyrnu og Bergdís kemur sér burtu. Nadia eldir þetta, nær hún haldur sér ná, já, nú þarf að koma með henni stelpur. Þegar Nadia er snögg en nei, þessi er líka snögg. Þessi er líka helviti snögg. Jesús Kristi, hvað var þetta? Nú með hverjum? 17, 16. Er þetta Ingibjörg? Já, hún var nú snögg. Þetta gerir Gía vel. Tara, Birta. Nú ná að keyra á hraðan þarna frammi hjá Hrefnu og félögum. Finnur hérna enn Birta við kjónum milli og Hrefna bombar hann fyrir. Búið að dæma rangstuð. Já, ok. Eða fór hann aftur fyrir. Það ekki. Já, sýnist það. Nei, það er rangstað. Nefn að Katla sér taka útsparki á kolröngu stað. Vonum að það sé ekki rétt. Katla biður von, eins og sagt í laginu, tvíhöða. Fær hana hérna. Boltinn fyrir fram völlin en Sigdís gerir þetta vel og vinnur innkastið. Og við færum okkur ofar. Nú er komið svona hitt í leikinn þar sem að allir dómar eru rangir og allt er ömurlegt hjá öllum liðum. En ég held að það hafi verið rétt. Birta lítur hérna upp. Spök vinnur Ernu.
Erna lítur upp hérna, gerir þetta vel, teflur á 2 hettur en vann veðmálið heldur betur. Emma með langa bolta hann inni og Sigdís kemur á djúpinu, hvað gerir Sigdís? Nær hún að snúa, finnur Bergdísi og Bergdís, hún, nei, er inn við þetta, beint á hana. Já, vantaði kraft í skotið. Það var vel spilað hjá þeim vinkonum hann frammi. En Stjarnan bara, þetta er frábærlega vel leist hjá þeim. Hrikalega vel gert. Og nú, þær eru búin að setja 3-4 fram núna. En þetta er frábærlega vel lesið á Bergdísi. Og minnst það fengi eftir að læra þetta, sástu? Já. Kemur Freyja hérna hægra megin. Lítið séð Freyju í seinni hálfleik, svona... Það er að spara sig fyrir síðustu 10. Hún nefnilega getur oft gert það, sko. Skoraði 2 móti KR á síðustu 10, skoraði síðasta markið móti Breiðablik. Það er ekki leikurinn síðast að það, ef leikurinn 2-1 þá er það í fyrst geti sem ég lofa fleiri mörkum og þau kom ekki. 4-1, ok. Það er staðfesta tölur hérna frá Víkings-iðkendum. Nadia gerir þetta ágætlega þarna og þetta dæmt hendi. Bergdís stóð fyrir aftan dómarinn, gargaði hendi og línuvörðurinn dæmir svona átt að vera. Ég held að hann hafi ekki þorað annað. En aftur, þetta er 14. leikurinn eða eitthvað sem sjá línuvörðurinn eða aðstoðardómarinn að dæma meira. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Það er greinilega búið að leggja ykkur á línu með þetta hjá KSÍ. Það er svo oft sem maður línuvörðurinn standa þarna og bara hann sá þetta alveg. En dómarinn segir nei. En nú er Emma núna á að taka eitthvað kerfið þarna. Nadia er alein. Kairó. Það er Kairó með snúning, hægri snúning. Emma lítur hérna upp. Hún er með fullt af valmöguleikum. Kemur hún á fjárstöngin en boltinn fer bara beint aftur fyrir. Það var sennilega sá valmöguleiki sem hún ætlaði síst að taka. Erin vill fá boltann í gang strax. Svo hérna. Þetta er frábær pressa hérna og eitt gott tattoo í kaupæti. Select tattoo á bakið, sýnst mér. Það eru 7 mínútur eftir af vallaklukkunni en hvað segir okkar klukka? Okkar klukka segir 6,5. Það verður samt einhverju töluverið bætt við, býst ég við. Það er búið að vera svolítið mikið stopp. Já, hérna er spilað á hnjánum. Já, þær eru búin að vinna þessa bolta. Svanhildur vissi ekki af henni þarna, leti boltan fara. En gerir þetta frábærlega. Mjög mikilvæg tækling hérna hjá Svanhildi. Við erum að spila við liðið sem enda í 4. sæti í fyrra í bestu deildinni. Jafnt á stigum og Þróttur. Og það er gaman að sjá að þetta verða greinilega hörkuleikir í allt sumar hjá þessum liðum. Heyrðu! Já, þetta leit betur út hérna að ofan heldur en í sjónvarpinu. Kemur Freyja með flugbrautina. Já, þetta er svindlkall, hún er svindlkall. Hver er inn í? Nadia er þarna, tekur hann á kassan en fær smá okkur slink þegar hún dettur. Hún er með þessi í lagi með hana. Það er hótspyrna, ef ég sé svipriðinn og törur rétt, þá var þetta hótspyrna. Já, kannski biðja Sverri bara að færa sig. Verki? Já. Nei, hann er flottur hérna í myndinni, góð auglýsingur í 66 norður. Bolti kemur hérna inn í. Þær eru stórar og sterkar hérna í stjörnunni en við komum þessu frá. Boltan út á kantinn, Erna mætir og vinnur boltan. Og skorar. Hvað við erum búin að skora 3 eða 4? Já, þetta er hérna 4. markhaldi í seinni hálfleik. Já, skemmtilegt. Heyrðu, hún tók Ernu þarna. Ég ætla að segja þú fer ekki svona öðru sem Ernu en hún gerði það. En nú er þetta komið í smá Scrappy hour hérna eins og sagt er. Þetta er skot. Heyrðu, þetta fyrir skeytin!
Og hvað Rangstaða? Vá, maður. Já. Þetta var að 40 metrunum. Katla, var hún í boltan? Ég sá það ekki. Lítist ekki. Hann fór bara beint í samskiptin. Stjarnan gerir hérna skiptingu. Hver er að fara út af? Það er 7 sem er að koma inn á. Ég sá nú ekki, var hérna hver fór út af. Við gerum okkar besta. Leikmaður nr. 7, Jóhanna Melkorka Þórsdóttir að koma inn á. Þeirra eru það bil 8-9 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Nei, 4 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Kannski svona 6-7 eftir af leiknum. Já. Og þetta er deildakeppni, þannig að hér er bara 3 stig, 1 stig og 3 stig í boði. Engin framlenging eða vítaspyrnukeppni. Dómarinn segir, þetta var Rangstað, ekki markspyrna. Já, þetta breytir öllu. Nú mun knattspyrnusagan vera skrifuð rétt. Já. Okkur er andum hana því að í sumar, svo í læginu sætt, þá skrifuðu stelpurnar okkar Nadi á þær söguna. Í fyrra, veitu hvað, tegur hún ekki boltan saman stað? Jæja, það er gaman að þessu. Katla, ég múið fram á Bergdísi, en Stjarnan vinnur boltan á Birta, gerir þetta vel, heldur áfram. Hanna Motti heldur betur. Gíja passa sig, fara með þessi boltan, Gíja byrjun aftur frá þessu, þetta er vel gert. Og Gíja, henni hefur spilað áður þennan leik, það er klárt. Stjarnan minna mengaði stöðu. Hún er að, bara spurning hvort að liðin, þetta er brotarnadómari. Nei, ekki í dag. Kannski á eftir. Átspyrna, 2 mínútur eftir, markamínútan er að líða. Hún er liðin. Heldur betur. Nú skulum við sjá hvort að Stjarnan ná að gera eitthvað. Hvort að við náum ekki bara að hreinsa þetta. Við gerum það með naumindum. Óöfn hann með skotið. Heldur betur. Leikmaður, hvað er nummer 16 eða ekki? Jú, eða 15. 16. 16 sýnist mér. Við erum báðir að verða 100 ára gamlir. Starfsökunnur að þessu. En gaman að segja frá þetta er mitt fyrsti leikur tímabilsins hjá þessum liðum er hérna í Garðabæ á Samsung vellinum og þar er kalt. Það getur við staðfest, það er kalt í kistunni. Víkingur sé að henda hérna í skiptingu. Býtum við, er þetta Sýtis að fara út af það? Nei, ég held að hún sé að fá góð ráð frá Kristoffer. Nadia. Herðu, það er komið smá hiti. Herðu, við biðjum mennum að hafa sér bara hæga hérna. Við slum ekki fara að missa skapið okkar þó að taka smá tíma að skipta. Já, það er Emilía sem kemur inn á fyrir Nadiu. Emilía kom inn á síðasta leikmann Fylki líka. Hún er hávaxin og snögg og er ekki hrædd við að láta finna fyrir sér, þannig að við varum gaman að sjá. Hún er bara hausnum hærri en allar leikmennina á vellinum. Sjáum hérna hvað Stjarnan er að gera. Það eru konur enn eina sóknir núna. Nú liggur ennþá meira á okkur. Erna tekur þetta persónulega fært að 3 ári í hana. Þetta átti ekkert að gerast og við fáum útspark. Já, fyrir ekki afsaka einhverlega markspyrnu. Bjarki er svo formlegur hérna. Og þá er mönnlegu leiktíminn liðinn samkvæmt klukku Víkinga sem fór í gang það bil 50 sekundum á undan vallaklukkunni. Og hún er einmitt líka að segja 45 núna. Já, dómarinn alltaf hefur sennilega miðað við þetta, en ég veit ekki alveg. Við verðum til hann annað kvöld. Hann er með sinn eigin tíma. Eða hann hefði klikkað á því. Getur verið. Getur verið. Katla kemur hann fram öllin hérna. Og vera meira að gera Köllu seinna hálfleik en fyrri. Já. Og bara meira. Þetta er vel gert þarna og dómarinn ekki láta blekkja þig. Þetta er bara. Þetta var ekki brot. Nei, þetta er. Þú mátt ekki bara halla þér inn á þetta. En jæja, skulum klára hann leik. Það er. Við komum hérna með eina helvíti hávaxna í vörnina núna. Hún er bara stærst af vellinum. Takk fyrir. Alltingi verði á þetta markinu. Þetta er góð. En Katla gerir þetta stórkostlega, lendir hérna í samstuði. Vonandi er þetta ekki. Hún fær hérna ón á sig leikmann Stjörnunnar.
Já, við fáum... Hún lagði allt í þessa markværslu og heyrði, hún verðist að fengi eitthvað... Já, hún fengi hérna, kannski mist andan eða eitthvað. Dagbjört er nú aftur. Það verður feitu tjekki. Setjum bara í gang styrktareikning fyrir Dagbjört eftir leikinn. Hún er búin að hlaupa af svo skóna í dag. Þetta er búið að vera skrítin leikum með þetta að gera. Það er búið að vera mikið á svona njaski. Já. Þarna var þið kalla heldur betur. Þetta er annars skiptið sem hún þarf að taka á svona stóra sinni í seinni hálfleik. Já. Og bara hreinlega bjarga marki. En það er hotspinna. Svo myndu sumir segja að hún er nú markmaður, þetta er hennar starf. Já. En nei, þetta er frábærlega gert hjá henni. Það verður búin að fá geggjaða markværslu hérna í dag. Heldur betur. Báðum megin þessi sendingi sem betur fer skelfileg beint í aftaranetið. Ekkert markinu úr stórt. Og við þekki Köllu Sigurborgu Köllu vel, þá er hún að fara að taka góðan hálftíma þetta. En hún má ekki leggjast niður núna. Svo hlusta aðeins á hvort það kom eitthvað hérna á bekknum. Það var svona komið smá hiti hérna rétt áðan. Það hækka bara aðeins. Smá. Nei, hún var bara, þetta var bara allt innan marka. Ég held hún myndi vera aðeins lengur að þessu. Finnur hérna Birtu sem að, Tara vinnur boltan vel hérna og finnur Freyju. Núna, Emilía lætur, Þarna mátti engu muna. Gíja klásar í boltan hérna og Tara mætir, truflar og út kemur Katla og hendir sér í einn Pickford. Hún lætur það ekkert stoppa sig. Gott að sjá, hún er í lagi. Núna eru komnar rúmlega 3,5 mínúta frammi í venjulega leiktíma samkvæmt nákvæmum mælingum Víkings TV. Já. Og það getur nú varla verið mikið meir en það bætti við þennan leik. Trúi því ekki. Það væri gaman að fá eitt langa bolta fram einn og Emilíu fá eitt sprett upp miðjuna. Þannig kemur boltin upp í hornið, hann fer út af. Stjarnan á innkast. Komið í svona hit and hope bolta. Emilía sterk þarna. Glæsilegt, velgert, steg fyrir hana. Svona var komin á í lokin í baráttuna. Freyja búin að berjast, Freyja búin að vera frábær í leiknum líka, svona mjög solid. Stjarnan gefst þetta ekki upp. Emma ekki heldur og Emilía. Og það er flautað til leiksloka. Það er fyrstu 3 stig okkar Víkinga í Lengjubikarnum í febrúar. Við verðum hérna óþægilega oft á næstunni, en þessi leikur var frábær. Maður sér það er svona pínu léttir. Já, þetta var hörkuleikur. Hörkuleikur. Þetta var hérna skemmtileg komið Emilí, hún tók alveg þvílíka baráttunni í lokin, fær klapp frá Gíu, glæsilegt. Það er allir skilja sáttir og allir eru heilir, það er það einu skiptimáli. Við erum að fara að sýna hérna leiki fljótlega áfram. Við verðum ekkert búin. Við munum aldrei hætta. Gefumst ekkert upp. Og ef ég hefði verið svo sniðugur að setja upp áður en að ég byrjaði að tala. Já. Sem er ekki minn stíl, sko. Sjáum hérna meistaralokur Víkings. Við erum á sunnudaginn í hádeginu erum við í Egilshöllinni klukkan 12 þar sem að Leiknis Ljónin kom í heimsókn. Þar verður Sverrir ekki heldur því miður. Bless Sverrir minn, fara vel með þig. Hann er bara að passa röddina fyrir sumarið. Svo á föstudaginn eftir viku erum við niðri í Vík. Þá koma afturheldingar strákar í heimsókn og svo sama dag verð ég staddur á Akureyri. Er í samningaviðræðum við Sævar Pétursson og félaga fyrir norðan. Ég sendi þér SMS morgun, ekkert mál. Og ég er að reyna að semja við Þór Káa að fá sína leiki þar. Við sjáum hvernig það fer. Við skulum bara fara að kveðja hérna úr Garðabænum. En það er ekki bara, er þetta Katla á vellinum? Já. Já. Var hún að dansa? Þarna er hún. Við Já, nú er bara komið gott. Klukkan er orðin 8. Já. Þá þarf ég að fara heim að hátta. Þökkum fyrir okkur í kvöld. Þökkum fyrir okkur kærlega. Sjáumst síðar. Whoa, what you get?
tala er löngu hættur í safanum Strákarnir á hælunum vita ekkert hvað þeir skrifa Hún sjúk í mig, hún að fíla outfitið Hún ætlar annað mér, já, ætlar annað mér, já að fíla þessi tattoo Vill bara sjá mig fara úr Mæti bara í partí að spyrja hvar partí Haldið áfram að skýra Sama hvert þú fer Mun ég taka þig með